það sem ég mæli með bara fyrir alla verið ekki hræddir við að byrja bara einhvers staðar á einhver reit, vinna ykkur út frá því. Ég hefði viljað sleppa háskólanum og spara mig 4 ár. Mér finnst menntun í dag ómetin. Ég bara vildi fá þetta sem fyrst. Ég ætla ekki að safna í fyrir eitthvað óþarfa lengi að vera að bíða til þess að eiga eitthvað meiri íbúð en ég vil ekki setja á fénu og mikið held. Ég er 30 ára og ég er í uppbyggingarfasa. Velkomin í þennan þátt af Íslenska draumnum þar sem við setjumst niður með Þorsteini Inga Einarssyni eða Steina eins og hann er betur þekktur en hann er eigandi og stofnandi Steinabón og Garður Apartments. Og í dag þá rekur þú Steinabón og Garður Apartments. Getur þú sagt okkur aðeins frá Steinabón og hvernig það hefur svona þróast í gegnum árin? Ég man eftir bara fyrst í bílskúnum heima í garðinum og það er heldur betur búið að breytast mikið síðan þá. Heldur betur. Við erum að tala þegar ég var 18 ára þegar ég byrjaði. Ég byrjaði að fikta við þetta 15-16 ára og komin á business bara 17 sko. En þú máttir ekkert stofna kennitölu fyrirtæki fyrir að stofna 18. Þannig ég var bara svona, þú veist, keep it low aðeins að byrja með og læra svona skills og svo leis. Þegar ég var orðin 18 þá strax fekk ég mig vasknúmer og svo leis. Þannig ég var ungur og svo snýrist það bara allt að eiga vasapening og maður var bara ungur og maður fór í gegnum framhaldsskólan með þessu. Maður var all kvöld og alla helgar og alla páska og allir jól og allt svona. Nýtti allan tíma sem maður gat í þetta. Það var mikil eftirspurn, það var nóg að gera. Við vorum 2 í þessu og voruð 3 í þessu og eitthvað svona í gegnum framhaldsskólan og öll sömur náttúrulega alveg þvílík keisla. Síðan kemur háskólinn, ég er með rek bónstöðina í gegnum háskólan líka. Ekki eitt samt, heldur náttúrulega með alltaf einhver aðstoð frá starfsmönnum og flottin strákur sem hafa verið með mér í þessu. Síðan þegar ég kláraði háskólan 2017 held ég að það hefði verið, þá útskrifaðist ég með BSc í rekstrar verkfræði. Þá fer ég all in. Þá fóru hlutina að gerast. Við erum að tala bónstöðina sko. Þá bara talandi revenue, income og hvað viðskiptin jukust, hvað ég fór að læra markaðssetninguna betur, ráðin betra fólk í fullu starfi. Þetta bara vatt upp á sig á góða máta mjög vel og þetta ég hef verið svona í 3 ári viðbót. Við erum að tala bílskúr. Ég var bara í bílskúrum hjá pabba síðan ég var 18 ára þar til 2020 og held að það verið 1 þegar ég kaupi af Lava í Keflavík, það sem Steinabón er núna. Ég kaupi húsnæði af Lava og geri það upp. Það var ansið margt til að gera það upp og svolítið sjúskað húsnæði, getum kallað það og ég held að sé orðið mjög glæsilegt í dag. Þið hafi báður kíkt inn til mín og séð það ekki strákar og mikið búið að gerast varðandi húsnæðið. Reksturinn hefur stekkað mjög hratt og flæðir og betra og orðspori betra og allt svo leiðis. Þarna samt fór ég að fatta fasteignir. Þarna fór þetta svolítið að koma upp í kollinu á mér. Þú veist, hvað er hægt að gera með fasteignum líka til þess að vera í þannig business að það er alltaf heilt tala sko McDonald's söguna, skiljið. Þú veist, þeir eru ekki hamburgerbusiness sem heldur eru í fasteignabusiness, ok. Maður hafði heyrt þetta fyrir löngu síðan. Síðan þróast það þannig að maður bara fær sér mentor og maður lærir og les bækur og þá fer maður að hugsa mikið út í fasteignir og allt svoleiðis og þú veist, þess vegna í dag er ég komið með 7 fasteignir og stefni líka að vera í fasteignabransanum einnig. Þannig að þetta er þróast í, þú veist, hvað ég 30 í dag. Þannig að ég vil ekki bara vera búin að bíla en ég vil gera allt eitthvað meira með sko. Þannig að hann er sagan mjög stutt þar sem ég var 18 ára og þar sem ég kom að núna. Þannig ég er að gera bæði með bónustöð og svo er ég líka með fasteignir. Og þessar fasteignir hjá mér eru ég með gistiheimili sem heitir Garður Apartments og við erum að opna 7. íbúðina bara núna á morgun eða hinn. Þannig að já, stutt saga. Hvaða ár er Steinabón stofnað? 2018 EHF. 2018 EHF. En annars er það 2011 þegar ég var 18 ára. Var þetta við, þú veist, vasknúmerið eða það. Það var bara minni kennitölu fyrst. Já, þannig að þú er búin að vera í þessu í 13 ár. Já.
Og hvað var það, þú varst bara til að byrja með, þá varst aðalega bara bjóð upp á bón og bílaþrif, bara almenn bílaþrif og svo þróaðist það út í að þú er búin að vera að kera með kúða og massa og nýjasta nýtt að þú byrjaði að filma bíla. Ég hét ekki einu svona steinabón í byrjun, vissur það? Nei. Veitu hvað ég hét? Bílaþrif í garði. Það var svo simpult, sko. En svo, hvað er 1-2 ár, þá ég fekk nafni á þetta, sko. En já, þetta þróaðist bara út í að vera að þrífa bíla og þú veist, ég kunni ekki einu svona djúprensa bíl þegar ég byrjaði, sko. Ég byrjaði bara á 0 punkti, bara einhver staðar. Og það er það sem ég mæli með bara fyrir alla verið ekki hræddir við að byrja bara einhver staðar, á einhver reit, vinni ykkur út frá því. Þegar svo kom djúprensun, svo kom mössun, svo kom keramikúðin, svo kom núna PPF grótarnarfilmur, svo núna er það umboðið, þetta er allt greinar sem eru inn á steinabón sem eru innkomu liðir. Já, hvað er það svona, þú talar að það voru 2-3 til að byrja með, þegar þið voru í garðinu, hvað eru þið margir í dag? Það eru svona 6-7 sem koma að þessu núna. 6-7? Já, við erum oftast 3-4 inn í sal. Já, og eru þið... Ólir í móttökunni og svo er ég bara þeiti kúla oft út allt, sko. Eða kannski er ég bara í fasteignunum hinum en að vinna í því. Já. Strákarnir sjá bónsniðina. Og strákar í fullistarfi og svo strákar í hlutastarfi og hlauparar og þú veist, maður bara púslar þessu vel. Já. Er opið alla daga vikunar eða? Já, við erum, ég get sagt, sko, við eigum að vera opnið bara mánudags til föstudags. Flestar helgarnar á árinu samt eru að vinna og það er ekkert planlant frá með tíman, sko. Nei. Það er bara mikið að gera. Strákarnir eru, þetta eru svo flotti strákar sem ég er með, kröftugir og hafa fullt af orku og þannig að þeir eru ofta að spyrja mig hvort ég get ekki bætt við helgar. Ég spyr þá, hei, það er fullt að gera, viljið þið ekki taka að okkur helgaverkefni? Og jú, svo er oftast jú, nefnum við séum einhver önnum plön og svona fjölskyldu eða eitthvað. Já. Þannig að við erum mjög aktíf, sko. Það er bara mjög góð verkefnastað. Já, yfir allt árið. Janúar, febrúar, mars er alltaf low season hjá öllum í þessum geira. Alltaf. En við til dæmis síðustu 4 ár höfum alltaf haft 100% vinnu yfir þessa low season mánuði. Þannig þá kannski minna helgavinnur. En restina af árinu, það er bara gullnáma, sko. Það er bara þvílíkt mikil keisla og nóg að gera. Já, en hvernig var, þú veist, eins og þú tókst stökki úr því að vera bara þannig í skúrnum heima í garðinum og færði svo yfir í nýtt húsnæði í Keflavík. Já. Og þá væntanlega hefur getað þrifið ennþá fleiri bíla og tekið á móti ennþá fleiri viðskiptaunum. Hvað varstu til dæmis áður fyrir að þrífa marga bíla miðað við í dag? Það kemur óvart. Ég myndi segja við þig að það var ekkert það mikið breyting. Af því að við vorum svo ótrúlega, strategían sem voru með í þessum bílskúr var svo ótrúlega góð. Við gáttum verið 3 og 4 í einu bílskúr nánast að vinna. Sem hljómar svona, hvernig gáttu við það? En, þú veist, ég get fara að útskýra marga hluti, en svo kannski er ekki allir sem vita því. Við vorum með 1 bílskúr, svo vorum við 2 bílskúra og svo komum við 3. bílskúrin. Allt í sömu göttunni. Þannig að við gátum bara að fara að púslisu hér og innan þrifin, þarna utan þrifin og bílmónin kót, hann gæti farið inn í hinskúrin og geimst í hitanum og þá gæti viðskiptinu og sækir. Þetta var, maður nýtti sér bara allt sem maður hafði. Þú veist, ég átti enga fasteignin þá, ég átti ekki mikla peninga þá, ég átti ekki, þú veist, maður bara, þú veist, þetta var skúrans pappa, skilur. Já. Þannig að svo talaði maður bara við nágranna sína og fæði skúrin á þeim og maður er bara framsækinn og sniður og, þú veist, maður bara læra að selja hugmyndir og selja sig áfram og fá fólk oft til að segja já við hlutunum líka, en svo þakka maður fyrir sig á móti og ég er gríðarlega þakkláttur fyrir til dæmis nágranna mína að hafa látið mig hafa bílskúrinu sín. Þú veist, ég ennþá í daginn í dag, ég fer og geð þeim, þú veist, rauðvin í jólagjöf eða eitthvað, sko. Já. Þú veist, þetta er frábært fólk. Sem vildu hjálpa ungum strák að ná lengra, fattaðu, þú veist. Og við sem svona mannverur, við viljum hjálpa öðrum. Það er eiginlega öllum tilfellin, langflestum tilfellin þannig, við viljum hjálpa öðrum og ef einhver spyr hjálp erum við oftast í stakk búin til að segja já, ég skal hjálpa þér með hvað sem það er, ef það getur það. Og þessi nágrannar sem ég er að tala núna með þennan bílskúr sem að þau bara leiði mér að hafa afnót af, þau bara já, við skulum hjálpa þér, skilur við. Og þeim varst mjög gaman að mér hérna vera að þrífa bíla út á hlaði alla daga og þú veist, og horfa á einhvern ungan dreng vera með eitthvað potential, þú veist. Þannig að ég var mjög heppinn með þetta fólk, sko. En síðan, að því að spurði, ég ekki búin að svara spurningun ennþá,
spurningin var hversu mikið bæting er núna síðan við fórum í stóra húsnæði eða stærra húsnæði. Sko í þessu húsnæði sem við erum í dag komum við 3 bílum inn, við getum keyrt inn á aftan og út af framan og þau koma allir í röð. Og flæðið náttúrulega þetta er náttúrulega svo þessi hannað fyrir mig, sko. Flæðið er mjög gott þarna inni og menn geta verið undir saman þaki að gera allar sömu hluti eins og við vorum í 3 bílskúrum. Við höfum auðvitað aukið, þú veist, flæðið og hvað ef ég að telja bíla, skilur við, en við erum aldrei í það sama alltaf, við erum ekki bara alltaf með bíl í alþrif alla daga, af því að við erum að mixa með detailingu og við erum að mixa með PPF filmum í dag og svo, þannig að þetta er alltaf misjátt. En ég get tala kannski eitthvað average, þú veist, við getum verið að koma inn með góðu, svona full potentiali, getum verið að taka svona 10-12 bíl á dag og í bílskotnum myndi ég segja kannski 8-10. Munur er ekki meiri, sko. Nei. Þú myndir kannski giska helmingi meira, ég veit ekki hvað myndir hafa þér í huga. En það er bara, þú veist, 3-4 menn þarna sem ég var og 3-4 menn það sem ég er í dag, þetta er jafnmarga hendur, sko. Já. Þetta er bara undir sama þaki eða ekki undir sama þaki. Og við vorum bara að mastera rútínuna hinum einn, sko, það sem við vorum í bílskólanum, þannig að það gekk vel. Þannig að ég myndi svara eiginlega þannig, sko. Það er þetta rosalega gott að koma undir þetta húsnæði, af því að þarna sagði ég, sko, 3 bílar röð, allt undir sama þaki, það er bara salurinn. Svo erum við líka með móttöku núna. Móttakan okkar í dag er bara jafn stór bílskólan sem ég byrjaði í og bílskólan sem ég var í 10 ár, sko. Þannig að það eitt og sér kannski segir, þú veist, hlustendum með þessum stærð húsnæði sinns, þú veist, hvað ég var í 50 fermetra bílskur, eða hvort það var 60, 50. Ég kom í 240 fermetra húsnæði í dag. Þú veist, það er stærðarmennurinn eiginlega á þessu. Já. Svo er efri hæð þar sem eldhúsið sér og lagarinn getur sér að þau eru með umboðið og svona. Það sem ég hefði ekki getað gert þínum megin. En hvernig hefur verið eins og fyrir þig bara að fara úr bílskunu þar sem að þú varst í rauninni væntanlega að gera svolítið mikið sjálfur eða svolítið að stjórna bara svona day to day yfir í hvernig er þetta í dag? Ert þú alveg inn í daglegum rekstri alltaf? Já, nánast. Að vera með bónstöðrekstur er svona hustle-rekstur, sko. Þú bindur þig mjög mikið við það, sko. Af því að þetta er munurinn á því, þú veist, nú er ég með rekstur sem tengist svona craftsmanship, þú veist, hvað getur þýtt á íslensku sem það er bara svona að vera með gott skills í höndunum og góða kunnóttu og þetta er eitthvað sem þú þátt að, þetta er learning curve, sko, að kenna að þetta getur verið tekið svona tíma og svona, ekki einfalt, þannig að ég er oft bundið því að vera stundum á staðanum, vera með yfirsýn og leiðbeina og svona, þetta er ekki eins og sért að ef ég kemur hittaði mig eftir McDonald's þeir eru náttúrulega bara heimsmeistari því að hafa auðveldar rekstur, sko. Það er bara fólk sem sinnir mjög einhæfri vinnu og er að leggja brauðan á hamborgaran og svo bara delivera til kúnans, þetta er mjög einfalt allt saman. Þú getur gengið burtu frá því miklum auðveldar heldur en að vera með bónstuð. Það er flóknara fyrirbæri en ég hef ógeðslega gaman að því. Þannig að ég er búin að minnka samt ég er ekki 100% alltaf en að bónstuðinni. Meðaltali kannski er ég 50-60% bónustunni ef ég horfa allt árið. Nú var ég að gera upp íbúð fókalda, ég var í 3 mánuði með þetta verkefni. Ég var svona 20% bónustunni. Þetta er bara því ég hef svo gott starfsfólk sem sinnir þessu. Ég er búin að delegita störfin svo vel. Maður í móttökunum og strákarnir í sal, þetta er allt strákar sem eru að vinna hjá mér í einhver ár. Þetta er ekki 9 strákar og þeir kunnit upp á hár, sko. Og svo fæ ég bara símtal ef það er einhver spurning, sko. Þannig ég get stigið svolítið frá en ég get ekki flutt til Kína í 2 ár, komið tilbaka bara eitthvað, blessa þér og business sem bara eins og var eða betri. Ég held að niður í lagari, sko, fattar þau? Ég get ekki farið svo langt í burtu eða lengi í burtu. En ég er með gott fólk sem að samt gera mig klift að geta stigið fæti frá, sko. Já, en hvernig hefur eins og verið með bónstöður núna eins og ert að koma með nýjungar og annað? Hefur vöxtur verið áframhaldandi vöxtur á fyrirtækinu eða hefur það staðið í stað? Það er vöxtur alltaf hvert einasta ár. Það var minni vöxtur í fyrra heldur en hinn árin, þá meina ég kannski prósentulega séð en þó vöxtur. Og fyrra var bara, sko, ég náttúrulega var eins og vorum pappi og þú veist, það tekur að mér smá tíma tekur að mínu potentiali, skilur, að vera rekstri, það þarf að vera mér heima á sína fjölskyldu. Ég misti eitt starfsmann fyrra, það er eitthvað svona sem telur, sko, en við vorum ógeðslega öflugir samt. Þetta ár, það lítur mjög vel út.
eins og það komið núna er massa vera liðin hjá og þetta fyrsti ársfjórðungur þessu ári er gott start sko. Þannig, og núna þessu ári við erum komin mikið styrkleika að því að við erum komin í PPF-filmunar sem bætist við og það var ekki í fyrra og svo líka umboðið hjá okkur við hefum umboðið alveg aðgreint frá þjónustun okkar, vörusala og þjónusta og ef við talum vörurnar, salan búin að aukast svona ég ætla að segja svona 40% síðan í fyrra nú þegar og við tókum alltaf bara við þessu í febrúari fyrra þessu umboði þannig að við þurfum að gefa þessu kannski 2-3 ár allavega minnst til að sjá aðeins þróun og svona, við erum bara ennþá í starthólanum þar sko en lagerstaðan 4 svona stærri og þetta margt ótrúlega jákvæmt sem að gera sko, við komum allan inn í þetta ár aldrei eins sterkir sko eins og áður mjög sterkir ég hef mjög góð trú á góðu ári sko. Ertu að tala CarPro-umboðið? Já, CarPro og Autofinish og Poca Premium Hvað er svona öðruvísi við þessi vörumerki heldur en önnur sem á markanum? Ég get svarað því sko byrjum bara Poca Premium þetta eru stálvörur sem eru hisluvörur til þess að skipuleggja bónbrúsana og allan búnaðin sem að þú átt fyrir bónstöðuna eða þú kannski sem hobbykallin í bílskurhæður til að skipuleggja allt upp og gera þetta ótrúlega snirtilegt og gott aðgengi af vörunum þú getur bara gripið í þar, nota þær, skila þeim aftur upp í hillu og þetta eru sérhannar hillu fyrir þessar vörur það er mjög, alltaf bara sérhæft eitt og sér svo farið við okkur yfir í Autofinesse og þar eru með Autofinesse kannski að pari við Megawires og Chemical Guys þessi fyrirtæki hérna á Íslandi er kannski 3 að pari í gæðum og líka að því þeir reyna að ná til allra markhópurinn eru allir og þeir hafa ótrúlega breiða vörulínu til þess að ná til allra bara. Þeir eru ekkert bestir í heimi en þeir eru með vörulínu sem er rosalega breið og þetta er góða vörur sko og þannig er Autofinesse myndi ég lýsa því sem svo kemur CarPro ég myndi lýsa því sem það er svona nís, hvernig segir maður enska orðið nís, svona mjög þröngur hópur þeir eru bara að finna svona handful of detailers sem eru full in, all in og eitthvað sem er mjög experienced og þeir eru bara að leita sig helst af gaurum sem að myndu ekki eðilega eða orðspor fyrirtæki sinn sko. Þetta er bara topp fyrirtæki með bara bestu vörnar og þeir eru að finna bestu gaurana til að vinna með það skilur þetta er svona eins og að vera svolítið rólsinn í þessu skilur Autofinesse sem við flytjum inn er að selja miklu meira allan heim heldur en CarPro af því þeir eru með svo rosalega mikla framleiðslu, rosalega mikið marketing og rosalega breiðan hóp sem ná til og með CarPro er að finna bara finest detailers allan heim svo meira fyrir fagmann algjörlega fyrir fagmannin sko ef við færum okkur yfir verkfæri þá er þetta bara Milwaukee versus Ryobi ef við færum okkur yfir í ég veit ekki, þú fyrir að hársteinstofu og kaupir eitthvað svaka sjampó og konun að þekkja svo verður við að nota eitthvað nefi á búðinni þetta er svona munun á það er svolítið mikið munun þannig mikið munun en hvernig er fólk þá að koma í verslununa eða fólk að panta á netinu? Það er svona 50-50 ég heldur enda kannski fleiri panta á netinu við erum með rosalega góða síður núna Shopify, vel uppsett, vel vönduð og allt ferlið þarna hvernig þú pantar auðvelt það þarf ekki svona greiðslugott, við erum ekki með greiðslugott Nei, þú kaupir, hendur í körfuna, ítir á go og við fáum bara einn pöntun og við förum svo yfir pöntununa og ítum að stofna reikning og hann kemur í heimbankan yfir Já, ok, allt bara úr Shopify kerfinu þá Samtengtu við BSC hjá okkur Microsoft Business Central sem er risastórt bókalsplattform bara og samtengt saman sem að Advanja tengdi fyrir okkur Já, það er mjög sniðut Það er sniðut sko Það er mjög sniðut, spara mikið tíma ég mitt mann eftir að þú sýndir mér fyrir nokkrum árum master Excel-skjali þegar kemur að tímabókunum fyrir fyrir bílaþrifin Einmitt Ertu ennþá með það svoleiðis? Nei, við erum konur í CRM-kerfi sem heitir Monday.com Já, sem er svipað eins og Trello Ég er ekki nógu góður í Trello-unni til að svara því Nei, það er ekki eins og Trello, það er stærra held ég sko Stærra? Ég held að, en ég gef Monday alveg 8 af 10 einhvern sko ég get ekki tengt það við, ég get ekki ná samtengingu við öll forrit sko ég væri til að geta hendi sko því að Monday sér þjónustun okkar
og Shopify sér vörusöluna. Monday.com CRM-kerfi það ég get ekki til dæmis tengt það í BSC, ég búin að kanna þá leið. Það var ekki bara þjónustan þarna, íti bara eitthvað að henda yfir eða kasta yfir í BSC og það myndast reikningurinn sjálfkrafa. Það ekki hægt, þannig við erum ennþá að handgera þá. En Monday hefur svona power til að gera allt annað, sko. Óbáslega víðtækt og gerir margt fyrir mann, sko. Og automations allstaðar, sko. En hvernig eins og bara viðskiptanir að panta þrif hjá þér? Þarf hann að ferna inn á heimasíðuna eða þarf hann að hringja? Hann getur bara valið, sko. Við viljum alltaf að allir fari helst ekki inn á vefsíðuna, það er þægilegast fyrir okkur. Okay. Fá alltaf inn, upplýsingarnar, kennitöluna og allan pakkan og hvað hann velur sér í þjónustuna. En auðvitað geta allir hringt og getur líka sendt e-mail og hvað sem sko. Já. En þá hvort munum við alltaf senda á þig hvað kennitala, en hvað e-mailið, það í gegnum þessa vinnu, sko. Það þarf að gera það svoleiðis. Já. Bara eins og við talaðum áður, eins og bara kerfið eins og við vorum með þegar ég var með Bónstaf sjálfur að þá fer viðskiptanum bara inn og velur sinn tíma og fyllir bara inn bílnúmerið. Kerfið reiknar út verðið fyrir hann og svo bara staðfestis bókun og það þarf ekki að gera neitt. Ertu með eitthvað svipaferli núna? Nei, það sem þú bjóst til bara örugglega ennþá það flottasta bókunar form sem hefur verið gert á Íslandi, sko. Bara vel gert hjá þér. Þú náttúrulega kannt að fóra þetta sjálfur og skrifta og hvað var þetta gert í hvað fór þetta gert hjá þér? Þetta var bara gert í áskrift. Já, ok. Þetta var bara ógeðslega flott, sko. Óli sem vinnur á mér í móttökunni, hann að læra fórutin núna, algjör svona 12 gæði. Hann búin að fá apa sem að nær í samgöngustofu bílnúmerinn og eldur upp í það sem þú gerir. Hann að fara að setja form fyrir mig, við vorum að tala þetta fyrir svona 3 dögum síðan. Já. Þannig að við erum að fara að bæta formið okkar líklegast fljótlega. Formið okkar gott. Formið okkar sér Gravity Forms. Þú settir það fyrir okkur 2018. Já, tengt WordPress. Já, við erum bara búin að breyta því og það tengt WordPress og þetta sama síða og síðan þá búið að uppfara hana 2 held ég síðan að þú gerir fyrir okkur síðuna. Og já, svo fyrir hlustendur að vita, Siggi kom til mín með rútuna sína, vaffklassin bensin í stóran kódpakka og hann gerir fyrir okkur vefsíðu fyrir 2018. Góður skiptidíl. Þú það komið 2004, sko. Það eru 6 ár síðan pælum í því. Já. Og síðan ennþá virk, hún ennþá flott. Hún ennþá bara góður standard. Þú gerir fyrir mig flotta vefsíðu, sko. Já, gott. Þannig að takk fyrir það. Það er gott að heyra það, sko. Það sem svona helst í þessu mann þegar ég var sjálfur bara að reka Bónstaf, náttúrulega rosalega mikið af alls konar moving parts í þessu sem maður þarf að hugsa og náttúrulega sérstaklega þetta er svona starfsmanna hefi því að það gerist ekkit nema starfsmaðurinn fer og þrýfi bílinn eða sæki bílinn, sko. Þetta er labor hefi, sko. Þetta er mjög labor hefi að það sem var ofta flækjast fyrir fólki sko með mismunandi kategóriu fyrir verðin. Þú með einhvern lítinn bíl, svo með lítinn fólksbíl, lítinn jeppa, svo stóra jeppa og fólk var oft kannski að setja í lærri kategóri en þau held að bílinn væri þar, sko. Eða viljandi. Eða viljandi, sko. Já, og til að spara sér og svo þetta að láta þið vita, sko. Þess vegna bjó ég mig til skriftuna sem bara sækir í ökutækir, sko. Setur bara inn bílnúmer, sækir bara bílinn og reiknar út hversu stóri bílinn, þá hann að fara í þennan flokk og þá kostar að þetta. Því að þá ertu ekki að fara að lendi að fólk veit ekki hvað það er að bóka eða hvað það er að fara að borga fyrir og þetta sparaði náttúrulega líka gífulega mikið upp og fólk var rosa mikið að hringja að þú er laust þarna kemur þessum bíl fyrir að þannig var bara þetta bendaði má herðu februarna síðuna, er allir lausitíma þar þú bóka bara sjálfur, náttúrulega sást ekki greiðslan kemur ekki fyrir búið að afhenda þjónustun og fæ bílinn tilbaka en þá er henni dróstu úr öllu þessu svona óþarfa noisi og mér fannst human errors og human errors líka og náttúrulega viðskiptaðuna líka því að hann kannski veit ekki nákvæmlega hvað hann vill hann getur líka valið auka þjónust hann getur bætt við alls konar svona bæta við rúðuvökva og alls konar leðurhinsun sá það allt annað bara fyrir fram að sig og mér fannst sko eins og mér að þá var ég raun að spara sko hálft til heilt stöðugildi bara með því að breyta þessu bara þannig að strákarnir gátu fókus á það að þrífa bílinn, sko. Akkurat. Ég á hinn ég til dæmis, ég finnst svo gott að heyra alltaf í viðskiptaðinu. Og ég hef alltaf eiginlega byggt þetta upp frá því, sko. Getum kannski talað Carleton University líka eftir að spyrjum út í það. Þar kom sérstaklega inn hvað það er mikilvægur partur að hafa samband við viðskiptaðinu. Eða þú velur bara hvað þú vilt. Og ég til dæmis
þegar þú pantar ekki formið mitt, pöntunum kemur inn, ég ringi þig beint, það kemur bara direkt símtal til þín og bara hæ, Steini og Steinabón hér, takk fyrir að panta og það finnst fólki oft mjög flott sko og líka þegar að viðskiptavinurinn búinn í þjónustu og hann kannski er liðin 2 dagar, þá ringi ég hann aftur og ég spyr hvernig á þjónustan, bara follow up eftir pinni og fólki finnst það til dæmis oft mjög flott þjónusta og eitthvað sem aðrir eru ekki að gera að þetta er náttúrulega helliks effort sem að fyrir þetta, eða stöðugildi til dæmis eins og þú nefndi núna og það þarf að vera bara maður í þessu námaskilur, þú veist, þetta er bara partur af jobbinu hans eða mínu, þetta er ég eða Óli í móttökunni, við sjáum þetta og þetta gefur hellingskikk og value sem að viðskiptavinur kann að meta og okkar repetition er gríðarlega gott og hátt, þannig að þetta er bara partur af því. Það náttúrulega skiptir náttúrulega greiðlega miklu máli en svo aftur á móti er náttúrulega fín lína, þú veist, það er náttúrulega auka kostnaði fyrir því að vera að gera þetta og hvort að viðskiptavinnuna þinn kúnahópur er þá tilbúin að borga þá meira fyrir að fara í þrif hjá þér versus einhver staðar annar staðar en það sem er náttúrulega góða við markaðin er sem að þú er með að þú getur bara tekið á móti x mörgum bílum og er kannski nú þegar bara komin alveg í toppin að því að það er orðið svo vinsælt að koma í þrif eða gera með kúin hjá þér. Staða mín er góð, já, hún er þar. Ég get alveg svolítið fara að velja bara á milli. Það er mjög góð staða sko. Annað versus það einhver sem er að byrja, hann þarf bara að segja já við öllu og hann þarf að gera samning við eitthvað fyrirtæki með flota af 20 bílum og segja já við einhverju ódýru verði og þú veist, ég er komin á mjög góð stað sko við það að gera. En á hinbóginn samt, ef að velur leiðin að gera þetta svona rosalega tölvu hvað segir maður það sem að fólk vilja bara forma, það er ekkert human touch í þessu. Sjálfvirt, já. þá er þessu sumir sem bara fílaði ekki en mér finnst það til framtíðar sniðugt plan ef ég ætla að reyna ekki að binda mig mikið við eitthvað rekstur eða það sem ég er að gera ef ég get, þú veist, það hjálpar til við að stíga frá þú veist, sem er bara holdt fyrir mann sjálfan líka sko, og geta fókusa á fleiri atriði eða haft færri stöðugildi borga minna og kannski rukka minna þú veist, það er bara velduð þína leið sko. En mér finnst það rosalega gaman að heyra í viðskiptunum alveg bara mér finnst það geggjað ég er bara einhvern veginn, ég elska kúnana mína mér finnst það bara mér finnst gott að, þú veist, þeir sem hafa verið lengi hjá mér, ég spjalla við á þau koma og brosi og geðum tíma og þú veist það skiptir máli líka sko. Já, svo eru busy dagar og maður hefur ekki tíma neitt svona líka þannig að maður er að skilja það líka það er náttúrulega partur af upplifunni það er partur af upplifunni sko. algjörlega að koma með bílinn til þín og partur að því að fá hreina bíl og svarta viðskiptaðin tilbaka en svo hins vegar spyr maður sér líka að því sko hversu scalable þetta leið og Steini er hættur að vera sjálfur að spjalla við eða hringja sjálfur í að kannski einhver annar hringi og svo kannski hættar hringi hver eru þá verðmætin í fyrirtækinu þá? Ég er að gera þetta less scalable með þessu veist, ef ég hugsa út í það þannig tölum skölun að skeila bónstöð það er ekkert auðvelt ég hef ekki séð neitt held ég gera það á Íslandi að skeila bónstöð og opna eina í Keflavík og eina í Reykjavík og eina á Akureyri og eina einhverstaðar að þessi rekstur er bara svo mikið craftsmanship og svo mikil eftirfylgni og þú veist þetta er ekki scalable business mjög mikið sko. Þess vegna hef ég áhuga fasteignum fyrir framtíðina. Já, en hefur eitthvað hugsaðar að opna aðra starfstöð eins og til dæmis í bænum? Já, ég hef gert það sko. Ég hef gert það og ég hef alla burði til þess. En vil ég ekki að púðra í það og dreifa fókusnum annað af því að það er ekki réðilega mikilvægt að þeir sem er í rekstri, ég ætla að ná langt í rekstri að þeir hafi einn fókus. Þeir tala um að milljónerar í heiminum hafi average 7 income streams, það komi 7 leiðir eða 7 income leiðir en er þá þessi maður með 7 fókusa þú veist, að það náttúrulega bara geggjaður í að við erum með gott resources og delegate það vel en flestir þó sem hafa náð mjög langt fjárhagslega til dæmis hafa bara einn aðal fókus og þeir bara mastera það eins vel og hægt er og það er það sem ég er að gera í Steinabón núna mér finnst ég verið að koma undir gríðarlega langt í þessum geira, ég er búin að vera í þessu 13 ár og cashflowið frá þessu er bara gríðarlega gott og þetta gengur rosalega vel og ég get fara með það til þess að taka einhver önnur skref til dæmis að átti að vera að pæla fasteignum eða eitthvað svoleiðis og ég finna líka leið og ég byrjaði fasteignum fókusinn
auðvitað datta þess út fyrir að vera bara í steinabón. Heldur fór hann, ég hef svo mikið áhuga á verkfærum, ég hef svo mikið áhuga á fasteignum og læra allt þetta, lesa bækunum fasteignir og gera upp sjálfur og fókusunum minn er orðin divided, sko, það er búið að deila honum með þess niður. Ég fann þetta, sko, og ég hugsaði, ef ég ætla að hafa 3 fókusa, eða 4, eða 5, eða fleiri, maður er í hættu á að missa það, sko. Já. Maður bara lítið skrifa einu, en þó alltaf áfram, þú veist. En það er klárlega eitthvað sem að þú hefur gert rosalega vel eins og með bónstöðuna, þú hefur verið með rosalega mikið fókus á einu stað og byggt þetta upp svoleiðis. Já, algjörlega, það er grunnurinn af öllu því sem ég er að gera og það er svona mín helsta stoð í dag, sko, fjárhagslega og sko, þetta er náttúrulega bara sjóðstæmis business, sko. En hinn, sko, með fasteignin að gera og við tölum Garðar Apartments að því að alla fasteignin sem ég á fara bara í short time rental, þetta er bara Airbnb og booking og sliðis. Nú er þessi stóðgrind, þessi pillar í mínu lífi orðin ansi sterkur líka. Þannig að hvenær verður hann stærri eða sterkari en steinabón eða næra því aldrei eða þú veist fattur við? Hann mun líklega náðið einhverju tímapunkti. Já, þú getur skeilað þennan business svo mikið. Þú getur fengið aðra íbúð og aðra haldið áfram og hann endanum verður hann stærri en steinabón, skilur. Já, þetta er ástæðan fyrir okkur, þessi business er öðruvísi, jafnvel betri, það er minna effort sem þú leggur í þetta af því að húsnæðin er að gera vinnuna fyrir þig. Já. Erfið parturinn bara sá að eignast íbúðunar. Sko. En það er náttúrulega það sem að þú er búin að gera með að vera svona lengi í rekstri að svo byrjar að leita af tækifærin til að fá betri ávöxtun á eigið fíð. Bara eins og við verðum að gera í fasteignum og náttúrulega bara ein besta leiðin. Akkurat. Ertu búin að lesa einhverja bækur varðandi fasteignir, einhver svona sem fyrst á að vera, hefur lesið hennar í Tire Early with Real Estate? Ég er búin að lesa hana. Þú er búin að lesa hana. Og hún kendi mig bara mjög, hún er svolítið opin bók, sko. Hann talar svona almennt og marga leiðir og eitthvað svona. Hásak og annað. Og mér finnst mjög gaman að lesa það og hann var ekki maður, hvað heitir hann svo sem skrifaði þessa bók? Man það ekki, en þú veist, hann var ekki fastur á einhverju einni reglu, bara you only do this. Þú veist, hann var að tala víðtækt þetta. Svo hef ég lesið bókin eftir Grant Cardone til dæmis, hvernig hann er einn mesta. Hann er að segja bara hvernig hann gerir það. Þú veist, og hann átti 12.000 íbúðir þegar ég las bókin, hann átti 12.000 íbúðir þegar ég var á ráðstefnunni hans í fyrra, ég las Vegas, þegar ég las bókin eftir hann, sem var bók frá 2018 eða eitthvað svoleiðis, þar átti hann einhverja 5.000, hann fyrir á 5.000 íbúðum, í 12.000, á 5 árum, eitthvað svoleiðis, þetta er klikka, sko, og hann er bara að kenna sína leiðir. Og ég er búin að lesa þar, ég er búin að taka námskeið hjá Grant Cardone, bæði basics byrjunarnámskeiðið í real estate hjá honum og svo hef ég tekið líka meira advanced námskeið í real estate sem hann er líka með. Það er náttúrulega gaf með þvílíkt inspiration, sko, til að hafa meira áhuga á þessu og vilja færa þessa leið. Þetta sýndi bara, veist, eins og ég held þessi staðrend sem ég er að segja núna, 90% milljónum heimi verða það út af fasteignum. Já, það er bara eins og skoða 90% fattar mig, þetta er bara skoða Bandaríkin til dæmis, það sem með 330 miljón mann sko sem búa að þá eru flesti milljónamæringar er í fasteignum, en það eru náttúrulega tækifærin gífuleg, saman þó að náttúrulega markanina heima heiða sér allt öðru vísi, sko. Hefur þið séð heimildar þættina Arnold? Schwarzenegger? Já. Ok. Í hverju verður hann bestur? Hann verður bestur í liftingum og bodybuilding og hann verður einhver heimsmeistari Mr. Olympics eitthvað í 11 ári röð eitthvað. Hann masterar þetta skill. Hvað gerir hann svo? Hann verður ríkur á þessu, hann eyðir þessi í fasteignir, fjárfestir þar. Já. Af því einhver fjármála snillingur fór ráðleggja honum og sagði að þetta væri best og Arnold var ekkert snillingur í fjármálum, sko. Hann fór bara að kaupa fullt af svona office buildings og eitthvað, af því að hann var að nota eigið fé sem hann fekk úr þessum bransa sem hann masteraði í þetta. Ég er bara að gera sama, það er steinabón fyrst, mastera það og fer síðan að nota í fyrir það byggir cashflowið til að aðstofa við að fjárfesta en það betur. Einmitt. En það er náttúrulega eina sem er kannski svolítið galli við fasteign er náttúrulega lánin, skuldin sem þú þarfst að taka á því. Bara velkomin til Ísland, sko. Já, fólk er ekkit oftast tilbúið að taka á sig þessa áhættu. Nei. Hvernig horfið þú til dæmis á þetta? Ertu með þá einhverja, þú búin að vera
að fjárfesta núna í fastinu, hvað síðustu 2-3 ár? Síðan 2021 eða var það desember 2020. Já, ertu þá með einhver svona reglu á, vilt setja x mikið eigi fyrir inn eða það bara lágmarks? Það þekktu við markað, sko. Já. Og ef þú veist að það nógu mikið að gera í ferðamannageiranum, eins og þú veist best sjálfur, þú veist í honum líka, þá, og treystir á það, fyrir utan COVID, fyrir utan það sem gerðist í COVID, en sem var mikill skellur, þá ættir að geta þora að taka hansi mikið lán til þess að geta treyst í að þetta fari svona vel. Ég hámarkaði mig í láni, sko. Ég bara vildi fá þetta sem fyrst, ég ætla ekki að safna, ég fyrir eitthvað óþvara lengi að vilja býða til þess að eiga eitthvað meiri í íbúðin, að ég vil ekki setja á fénu og mikið heldur. Koma inn á markaðin. Ég vil koma fyrir inn á markaðin, ég vil renovata þessar íbúðir fyrr og rýbranda þetta fyrr og starta þessu fyrr, koma cashflown í gang sem fyrr. Ég er cashflow. Ég er þar. Ég vil alltaf bara kaupa eitthvað og cashflowa það. Ég geti þess vegna lykt á cashflowa það. En að þegar tala fasteignir, við vitum hvernig það appreciatast yfir árin, þá vil ég auðvitað kaupa það. Já. Ég myndi ekki samt helst bara að leigja bílinn minn, sko. Ég vildi helst bara ekki eiga bíl með mínum pening sjálfur, bara leigja hann. Ef ég geti cashflowa hann, þá myndi ég gera það. Bara mjólka þetta. Láta einhvern annan taka tapið á þessu. Þú veist, já, nákvæmlega. Að þegar bílinn er í fjárfesting. Ok, þú spurðið mig lán. Tökum dæmi bara Robert Kiyosaki, því það eru góðar bækur fyrir byrjendur að lesa, sko. Ég er búin að lesa allar þessar bækur. Rich Dad Poor Dad er mjög góð. Það er fyrsta bókin, já. Grunnur að lesa. Svo kemur bók nr. 2 í framhaldi af því og bók nr. 3 og kvadrantirnir og allt saman mæli með fyrir alla hlustendur að lesa þessar bækur til að byrja með. Ef þú ert að einhver byrjunarreit og ert að pæla í þessu. En hann talar var að þetta með liabilities og assets. Þegar þú veist að eitthvað er asset, þá áttu að stökkva á það, sko. Ég er að hámarka skuld mína í Garðar Apartments og það var að því ég fekk bara tækifæri bara þarna. Og ég vildi ekki missa því, sko. Það var COVID, gistiheimilið var bara lokað, það var búið að hendi einhver langtímalegu og eitthvað svoleiðis og mér er búið að kaupa það og það var að vera að tala um það að væri að fara á sölu. Pabbi minn átti þetta með bræðrunum sínum. Þeir voru, afi var fiski, bræðurnir 3 koma saman í fiski með honum, þeir selja það 2007, rétt fyrir kreppu, þeir kaupa eitt hús, gera gistiheimili, svo kaupa þetta bíli sem ég á í dag, þetta 6 íbúðir, breyta þessum gamla bóndabíli í íbúðir og það var 2012 og ég kem síðan 2021 og kaupið það. Það var að því að þá var það að fara að sölu og tækifæri var þarna og ég sagði bara hold, þeir sagði vinna þeir var að pæla að selja þetta, ég sagði bara þið ekki var að selja neinum þetta, þið ætla ekki að auglýsa þetta neinstaðar, býðið þetta mér og ég kannaði mín mál og okkur tókst að kaupa það, sko. Þannig að við kaupum þarna, þetta voru 80 milljónir, 350 fermetrar, 6 íbúðir og við hugsum í dag 80 milljónir bara lítið fyrir þetta. Mér fannst það mikið þá. Mér fannst það bara fyrir það sem ég var búin að vera að gera sjálfur huge, af því ég var ekki vanur að eyða svona, að leggja í svona mikla fjárfestingar og svo líða núna 4 ára síðan og mér finnst 80 núna bara ekki mikið fyrir þetta. Nei, það er að byrja einhvers staðar. Það þarf að byrja einhvers staðar og ég bjó hvergi heldur. Ég og Margrét bjuggum bara hjá ömmu hennar, þannig að við vorum bara safna, vorum hjá ömmu hennar og svo bara búm, fórum við þangað. Við bjuggum síðan í einni af þessari íbúð af þessum 6. Já. Og við höfum hvergi annars stað til að búa á kortið þér. Þannig að við keyptum fyrir okkur heimili, við keyptum fyrir okkur 5 íbúðir sem voru Airbnb og Booking short-time rentals. Þannig að við tökum þessu áhættu líka í COVID, sko. Landið var lokað þegar við kaupum þetta, sko. Ég þurfti að taka það inn í dæmið. Það var engin túristar. Engin túristar. Og ég bombaði bara fyrst í langtímalegu. Ég og Margrét. Já, það er náttúrulega sniðugt. Þannig að við náðum að, þetta náða sjáum afborganir. Já. Þú veist, sem voru þá. Við vorum borgað ykkur 280 skall á mánuði. Já. Og það náði að dekka það. Og við náðum að, það var allt í lagi. Við vorum bara, ég ætla að taka fyrst skrefin við ætlum bara að, þetta er bara fínt og svo bara býðum við eftir að COVID lægist og sjatnist og landið opnar og verum bara þolinmóð og höfum trú á þessu og svo opnar landið og við erum búin að rýbranda og gera hellingsvinnu áður en að allt tilbúið þegar ferðamennir koma aftur, þannig að þá fyrir allt í gang og í dag, við erum að tala afborganir í dag bara 10% af veltinu, sko, og talandum að taka áhættu eða hversu mikið eigið þeir viltu eiga í íbúðinni,
eða viltu hafa þetta mest í lánaformi? Ég mikið því að hafa þetta í lánaformi til þess að ég geti bara mjólkað þetta og að því að horfa dæmis ekki, þú kaupir eitthvað 80 milljónir og þú ert með markmið að niðurgreiða lánið sem fyrst. Þú ætlar að hafa markmið að niðurgreiða á 10 árum. Þú nærir þessu markmið og þú ert búin að niðurgreiða 80 milljónir á 10 árum. Ætlar að sitja á þessu 10 milljónum, nei 80 milljónum. Ætlar að sitja bara á þeim, láta húsið bara, það standa bara hann í steypunni, í húsinu. Eða viltu frekar geta tekið annað lán fyrir fleiri íbúðum sem þú ætlar að mjólka og cashflowa. Fengi meira cashflow. Já, og þú ætlar að margfalda þig og ætlar að skeila þig. Ég er þeim megin, ég er scale megin. Já, er það ekki eitthvað sem þú hefur lært þá beint af Grant Cardone? Jú, aðalega sko. Og líka Robert Kiyosaki. Þeir sem eru stóri í þessu bransa eru bara allir þarna megin. Þeir eru ekki passa sama megin. Það sem þú ert að kaupa eina íbúð, einn bíl og niðurgreiða og hræðast lánið þitt. Nei, alls ekki. Þú átt bara að vita markaðinn. Þú veit hvað það gera og ég er 30 ára í dag. Taktu áhættu núna þegar þú ert ungur. Þú mátt gera mistök, þú mátt klúðra, þú hefur nóg af árum eftir til þess að bretta upp ermannar og byrja upp á nýtt. En ég myndi ekki taka þess áhættu þegar ég var í 60 ára. Nei, það var orðið svolítið seint. Það var orðið svolítið seint að gera það sko. Þannig ég er svolítið aggressiv sko. Og með smá ADHD líka sem hjálpar ekki alltaf en þó að sé kostur að ADHD er mjög aktífur og sinni mörgu en að hugsa þess ekki alltaf tvisvarum en þegar kemur svona fjármálum þá er ég vel lesin og þekki markaðinn og ég er búin að hugsa með alveg 20 sinum sko. Hvernig ertu þá eins og ertu að analysa bara einhver díl ef eitthvað kemur til sölu? Hvernig ertu að skoða? Ertu með eitthvað ákveðna formúlu sem þú ert að fara eftir? Nei, ég er ekki komið svo langt. Ekki eins og ég sé orðin einhver kongur í bransanum að splæsi raða svo lengju 10 hús eitthvað, 10 búður eitthvað. Ég er bara ennþá á byrjunarreit sko. Ég er bara rétt að byrja. Já. Samt er ég búin að eignast 7 íbúðir á 4 árum, skilur við. Og ég er bara framtíðin að vera björt sko. Og að bætist við. Ég var að kaupa mér nýja fasteign núna fyrir 1,5 mánuði. Já. Það er bara húsið beint við hliðina á Garðar Apartments. Þar kaup ég 140 fermetra hús með 70 fermetra bílskur. Þannig að við erum konni í, 200 og eitthvað fermetra hana pluss sem ég kaupa 55 milljónir. Og hvað horfi ég á? Ég horf á bílskurinn. 70 fermetra bílskur, ég er ekki að fara búin að bíla þannig, ég er ekki að fara að vera með eitthvað mennkef og hobby þannig, eða rektina mína því að við keyptum upp CrossFit Hamar í Borgarnesi, ég man ekki hvað CrossFit stöðin hétt, keyptum allan búnaðinn, ég get gert gymmaðinn eða ég vil það. Ég er 30 ára og ég er í uppbyggingarfasa í mínu lífi. Sem þýðir að ég er ekki að fara að leika mig núna. Ég er að fara að nota hana bílskur, ég er að gera fleiri fasteignir. Það er það sem ég er að hugsa. Fleiri útleiðueiningar. Útleiðueiningar og cashflow. Þegar ég er búin að gera íbúð þessu, þá lifi ég náttúrulega bara frítt í þessu stóra húsnæði sem við erum í núna. 5 herbyggi, get bunga á fullt af börnum, bara herbyggi fyrir alla. En pointið er, ég vil lifa frítt. Mitt stóra markmið í lífinu er að það er að ná financial freedom. Það er eitt af helsta sem ég hugsa hverjum degi þegar vakna á mótana og hverjum degi fyrir að sofa. Það er bara þetta. Þó ég hræðist markmið mitt samt líka sko, því að ef þú nærð financial freedom, þú nærð retirement 40 ára, 50 ára, frekar early, hvað ætlar það að gera? Ef þú hefur alltaf mikið tími í höndunum. Maður þarf að hafa eitthvað að gera, ég er bara aktífur. Maður þarf að hafa einhver. Já, ég er 30 í dag, ég er ógeðslega aktífur gauður og svona, þú veist, ég hræðist að leiðast sko þegar gamall. En pældi í því samt að geta að lifa lífinu þannig, þú ert með financial freedom, þú ert ekki ágjörn einn peningum, þú fær nóg af því og með risa cashflow út allt. Þú getur verið að leika þér, þú getur boðið allri fjölskyldunni bara til útlanda, eða að þið langar til þess. Að þetta frelsi er eitthvað sem mér langar rosalega að gera. Mér langar rosalega að ég er gamall að fara að gefa að mér, og ekki þurfa að vera fastur ykkur starf í vinnu að því ég á enga peninga og geti ekki gefið neitt að mér. Nei, einmitt. Þannig sé ég þetta svolítið fyrir mér svona on the long run sko. Já, peningar er náttúrulega bara tóli til þess að þú getur haft ennþá jákvæðar áhrif og sérstaklega á þá í kringu þig. Algjörlega sko. En þú náttúrulega vilt klálega saman þú sér kannski ekki að fara í tæra, þá er náttúrulega gott að hafa optionið að geta það. Já, nákvæmlega þannig sko. Það er nefnilega málið sko. Ég hugsa peninga þar sem þú sagðir sko, þeir eru bara tól. Þetta er bara brefadrasl.
þetta bara tré sem saxað niður búið til peningur. Hann bara tól til þess að gera þessa hluti og ég vil stefna cashflow og að skeila mig upp, láta að vinna fyrir mig síðan. Ef hugsaði bara dæmið, ef ég kannski networth bara eitthvað 3 milljónir og gamall og ég að vinna alltaf til 4 og ég þarf alltaf að eiga fyrir mánaðilegum útborgunum og svoleiðis, hvað get ég gefið af mér þá? Af því ég hugsa miklu meira út fyrir bara mína fjölskyldu. Mér finnst eigingjarnt að hugsa bara mig og mína konum bara mín börn. Mér finnst ég að hugsa lengra og víða bara barnabörni mín og alla vini og bæjarfélagið eða samfélagið, ég veit ekki hvað ég get gefið frá mér, þú veist. Og þá þarf ég að hafa bara fullt af tíma og fullt af pening. Þá get ég gefið frá mér rosalega mikið. Ég held að ég verði rosalega hamingjusam með það í framtíðinni að geta verið til stöðu. Já. En ef þú átt ekki pening og átt ekki tíma, þú ert fastur í vinnu, þú getur bara að gefa að þér kannski til konu þennar og barnanna þennar og eiginlega that's it, sko. Þú ert svolítið limitaður, sko. Með það ekki, að mér langar svo að geta að gefa að mér framtíðinni, sko. Einmitt. Og þá náttúrulega ertu, því meiri pening sem þú hefur, því meira getur þú gert að þið, sko. Peningur er tími, því meiri pening sem þú hefur, því meiri tíma hefur. Já. Það er þannig sem ég getur haft í ákveð áhrif. Ég er ekki snobbaður, ég er ekki gaurinn sem að, þú veist, ég er með 30 skrona smart úr á mig núna, skilur ég. Ég er ekki fyrir að kaupa, peningandi mínir fara bara ég búa með til tíma, ekki til að kaupa með einhverja geggjaða hluti. Nei. Þó ég sé alveg græjusjúkur og allt svoleiðis, þú veist, en þeir eiga bara að fara í þetta eiginlega eina. Þetta er mín fókus og mitt mission, sko. Hvað er þá núna eins og bara markmið með fasteignum þannig í garði? Ætlar að fara í einhverja frekar uppbyggingu eða sérðu fyrir þér og sérst að fara að kaupa fleiri fasteignir þar eða einhver staðar annars staðar? Við erum núna að gera upp bara. Við erum í brand alltaf fyrst og svo gera upp íbúðunar, gera þær í betri standard. Við vorum að auka við okkur núna eins og ég var að segja þarna fyrir 1,5 mánuði síðan, þú veist, við erum alltaf að auka við okkur líka. Sko, ég get alveg hætt þar sem ég er og bara staldrað, sko. Þú veist, verið sem sagt sett, hvernig á íslenska það bara verið sáttur þar sem ég er. Að ég get alveg lifað, ég get þess svona loka steinabón, bara lifa á Garri Apartments og bara laga, verið með hamarinn og laga það sem ég þarf að laga og veist, lítil vinna, nóg mikil peningur til að lifa, bara svona normal lífi. Ég get það, sko, en ég vil, það er ekki nóg fyrir mig samt. Þú veist, ég vil stækka mig meira í þessu og hver veit nema ég fer að kaupa bara fleiri íbúðir hérna í sama kjarna eða hver veit ef ég myndi selja þetta einn daginn og opna lítið hótel eða fara eitthvað starra. Já, þú veist, hver veit. Það er bara framtíðin er óljós sem þetta, sko. Ég er ennþá bara rétt að byrja þannig að ég er bara svolítið það, sko. Já, en það verður náttúrulega alltaf því meiri fasteigna viðskiptum sem þú ert í og kaupa og selja og svo ferðu og selju fullt af fasteigna þá náttúrulega þarfst að kaupa aðra fasteignir og einhver 2 áramót og þá ertu komin í það lúxusvandamál. Svo er alltaf bara stærra og stærra. Annars þarfst að fara að borga skatt af hagnaðinum. Já, það er akkurat svo leiðis. En hver var reglan samt? Þú varst að eiga íbúðina hversu lengi? Það eru, sko, ég man ekki nákvæmlega hver reglan var en frá þú selur þá hefur þú cirka 2 áramót. Bara 2? Já. Ég held að það eru 4. Mér minnir að það sé 2, sko. Það getur verið að það sé lengra, sko. Ok. En það er bara gott að hafa í huga því það er náttúrulega ekki gaman að fara að selja þetta allt og fara að borga svo fulla skatt af öllu, sko, en það er náttúrulega ýmsar leiðir sem þú getur farið með það. Flesti sem að byrja ykkur staðar í fasteignabransa, þeir að kaupa og flippa og selja. Já. Þá ertu komin í skattana. Til að koma sér inn á marka líka. Koma sér inn á marka, þú bara byggja upp féð, sko. Já. En þeir sem aðeins lengra konir og geta haldið íbúðunum og helst mjólka þær með langtíma leigu eða short time sem hér að gera, þetta cashflow, það er auðvitað best. Haldið þá í þessu 2 ár, ef þetta eru 2 ár sem þú þarft að eiga þetta, til þess að geta selta síðan án skatts fyrir hagnað. Já, ég man ekki hvort þessi öðru í þessum einstaklinga eða fyrirtæki, sko. En svo er náttúrulega líka eitthvað sem getur gert í þessu og getur keypt, sko, fasteign og gert hana upp og svo endurfjármagna hana, tekið eigi fyrir úti
eða endurfjármagna þegar að vextin til dæmis læri náttúrulega ekki rosalega hagstæðir núna vextin núna að vera með lán sko, ég sagði 280 skall aðan hann afborganir það í 575 núna hjá mér þetta rugla sko en við bara þurfum og þetta bara fyrir niður og það leiðréttist allt saman sko já þetta ekki það mikið högg að maður lífið það ekki af Nei. En ef þú ert með nóg mikið sjálfstæmi þá ekki ágræði en ef þetta var mitt enga hús sem ég byggi og ég var að borga þetta með mínu sköttu launum þá væri ég að kvarta sko ef þetta væri bara liability sko þá væri þetta bara huge liability þetta ennþá asset þrátt fyrir allt þetta interest rate og verðbólgu og allt svoleiði sko bara know your market, þetta svolítið þannig sko að því að þú ert að fá tekjustreym eða cashflowið inn á móti sko en hvernig hefur það verið þú með nóga verkanum í gangi og náttúrulega bara nóga að halda bónstöðinni áfram uppi running og sjá til þess að allt sé eins og að vera þar svo verið að taka á þessi verkefni svo búin að lýsa með fasteignar og verið að taka þær í gegn sem náttúrulega ógeðslega mikil vinna og rosalega mikil tími hvernig hefur verið að balansa eins og fjölskyldulífinu hér á móti því? Ég hræddist þetta fyrst þegar ég átti von á syni mínum Elmar Inga 2002 í maí ég vissi bara ég hámarkaður á öllum mínu sviðum og ég bara í lifi fyrir að hámarka mig, bara max out og það líka pointið að því hvernig ánangri í lífinu, það er bara virkilega hámarkaði og gera allt að þínu bestu getu þegar ég átti von á honum í maí þá vissi ég að það kæmi einhver skellur á potensiali mitt og þá réði ég inn Óla í móttökuna og þá réði ég inn Loga í Garð Apartments til að smíða og þetta gerði allan munni fyrir mig af því ég var orðin ómikið að báðum stöðum og var algjörlega maxed out og ef að Elmar fæðist hann í maí þá myndi ég klárlega vera mikið meira frá og hvað áhrif myndi það hafa á báða rekstrana skilur þannig ég redda þessu þannig ég fekk ótrúlega flotta 2 stráka þarna sem búin að sinna ótrúlega flottum verkum þannig að það var eiginlega helsta reddingi mín varandi við það og síðan líða mánuðinir og Elmar varum 2 mánaða og 4 og 8 mánaða og uppúr það þetta maður bara orðinn pappi sko maður komið með nýtt bara duty sem bara priority ásamt fyrirtækjanum, þetta svona nýtt priority inn á priority listaðin fattur þú þá þarft að fara til væta og skipta það niður skilur ég ætla ekki að vera feimið að segja það en þetta er alveg högg sko þegar þú ert að reyna að hugsa að vera successful í einhverju svaka fókus, alveg því drifin og allt gengur svo vel svo kemur lítið kríli í heiminn og það er alveg það er alveg skellur á eitthvað sem heitir tími þinn tími strákar, ég kemst ekki í dag að því að Elmar er veikur eitthvað svona fattar þú bara heima með krakkan sem er bara partur af fjölskyldulífi skilju og ég ég átti svolítið erfitt með fyrstu mánuðina sko, sem faðir tjáði mig ekki mikið það en mér fannst ég vera bundin einhvern veginn haldið niðri mér leið þannig sko ég er ekkert feimið að segja þetta núna ég veit ekki mjög margir feður sem hafa örgulega upplegað sama en flestir af þeim sem hafa upplegað sama eru örgulega menn sem hafa verið í einhverju svona hámarks potensiali og með þannig mindset í gangi og átt lítinn tíma fyrir að hann að baddi fæðist ef þú ert maður sem ást að vinna frá 8 til 4 átt svo krakka það eru örgulega ekkert svo mikið álag aukalega, þú bara kemur heim 4 eftir þinni rútínu þú átt allt kvöldi með krakkanum og alla laugardaga með krakkanum og alla sunnudaga það var ekki mín staða mín staða var svo að ég vinn ofta á kvöldin í tölvutengdu og laugardagsmótnar ég er alltaf með tölvuna maður er alltaf að gera eitthvað en svo er þetta nýja duty bara að koma inn í lífið þitt skilur við sem er samt svo, ég ætla ekki að gleyma að segja heldur að það er svo velkomið og það er svo fallegt að eiga strák og allt svo leiðis að maður þarf að læra að forgangsraða hlutunum aðeins betur og hvað ég segja þeir sem eru nógu heppnir allan líka eins og ég eins og margæti mína að ég er ótrúlega heppin með kona mína sem ég var að giftast bara í síðasta mánuði sko, vorum að gifta okkur
Ég ótrúlega heppinn með Elmar strákinn minn, hann gott barn, hann sefur vel á nóttunni, ég vakna svona eitthvað svona svefnlausa nætur, hef ég kannski átt 1-2 síðan hann fæddist sko. Það bara grín heppni sko. Hann rosalega brosmilt barn, hann rosalega mikil orkubolti, það allt jákvætt við son minn sko. Ég svo heppinn og hún, Margrét mín, hún mikil móðir, þannig að hún ekki að vinna í 8 til 12 tíma á dag eða þannig, hún hefur meiri tíma, hún sér gistiheimili öll samskiptin og svoleiðis, hún líka einkaþjálfari að þjálfa, en þetta uppfyllir ekki 8 til 12 tíma á dag í vinnu hjá henni, þannig að hún hefur tíma meira til að vera með strákinn. Þannig ég hef þetta bakland, það hún, ég skal ekki gleyma pappa mínum, ömmu hennar og allir sem koma að fjölskyldir, þetta baklandið sem gerir mér kleift að geta samt verið meira úti að halda öllum boltanum á lofti og vera í fyrirtækjanum og sinna þeim og svoleiðis. Þannig að þetta hefur tekið að mig tíma, þetta hefur tekið að mig potensial, en ég hef samt gríðarlega mikið í baklandi kringum og allt það, þannig að þetta hefði getað verið svo mikið meira högg heldur en ef ég hefði ekki haft baklandi eða barnið mitt var ekki svona gott eða kona mér var ekki heldur svona mikil móðir. Þannig að það ég gríðarlega heppinn. En ég hrættist þetta í byrjun, ég vissi þetta myndi vera eitthvað meginn svona, enda ég bara betur en því bjóstið. En núna á ég vona öðru barni í næsta mánuði. Það stelpa. Þá ég án 2 barna fæðir. Og ég hræðist það aftur. Þetta pakkin að tvöfaldast, skilur við. Ég aftur og hann hrættur, 2 börn, ég búin að heyra 1 barn miklu auðveldara heldur en 2 og það miklu auðveldara að þetta pössum fyrir 1 barn ekki 2 og maður svona, oh god, hvað frá að gerast núna? En ég lausna með þær, þannig að ég það bara að finna einhverja leiðir eða þú veist. Svo ég bara búin að í hjúts hreiðugerð sko. Við erum að klára þessar íbúðir eins rætt og við getum, reyna að vera tilbúin bara að stelpan kemur og bara geta sinnt sko. Íbúðin sem við erum að standsetta núna, sem við erum tilbúin á morgun eða hinn, þú veist, hún tilbúin þá í mars í þessum mánuði, svo fæðist hún í apríl næsta mánuði. Þannig að ég svo glaður með það sé klárt. Við vorum í framkvæmdu líka í 3 mánuði frá desember til febrúar með efri íbúðana hjá okkur, bara gerða mann að fókalda 100 fermetra íbúð, 1200 klukkustund á man hours sem fór í það búið. Ég svo glaður með það líka að það sé búið. Já, þannig að við erum hreiðugerðinni svona, þú veist, maður langt komin og það ekki verkefni sem varst að posta á Instagram? Jú, það er stóra verkefni sem var að sína mikið frá. Stóra verkefni, já. Nýja húsi sem flutt í núna, ég ætla ekki að gera neitt þar strax. Ég ætla bara að eignast stelpuna og ég ætla aðeins að leiða einhverjum mánuðum að líða og svo kemur það bara seinna. Það þessi 70 fermetra bílskúr sem ég að horfa á sem íbúð og það kemur bara mögulega í róluheitunum sko. Já. Ertu með eitthvað svona sett upp vinnutíman hjá þér að þú sért að vinna okkur x tímum eða x dögum vikunar eða? Nei, það bara svar eiginlega bara alltaf. Já. En kemur kannski öðrum punkti núna að vera faðir. Sko, ég hef alltaf sagt við sjálf, ég svolítið harður við sjálfa mig, sko, og ég oft mjög harður líka á þá sem minni kringum mig. Þú veist, ég vil bara, ég nenni engum letingaskap og ég þól ekki, ég get ekki verið kringum einhverja búðinga, sko. Þannig ég hugsa þannig. Ég hætti þegar verkefninu lokið, ekki þegar ég er þreyttur og vill fara heim. Þannig að þetta byggi ég rosalega margt upp á, sko, hvort sem það steinabón, bókhaldi í steinabón, eitthvað stengi steinabón, íbúðunar, klára íbúðunar, allt þetta bara, when the job is done, skilur, þá fer ég heim. Já, þetta bara job finished. Já. Þetta erfiðara líf að lifa svona, en árangurinn miklu meiri. Þannig að þetta rosalega gott mindset að hafa. Þú ert að vera bara sterkur karakter til að ráða við það eða geta að lifa með því. En svo þegar það spöð, þá kemur skellurinn, sko. Ég bara, when the job is done, og svo kemur heyrðu, krakkin í las síðan til að koma heim, og maður bara, þú veist, það eitthvað innan með manni bara, skilur, og þetta svona, þetta ég bara faðir. Þarna þarf ég að fara að sína svona, ég þarf að vera mýkri og vera auðmjúkur og, þú veist, fara í pappagýrin, sko, og svona, það finnst mér bara mjög erfitt, sko. Þess að maður peppað, maður aggressífur, maður bara í það að vera bara eitthvað svona í allt annan gýr. Þannig að þetta fer eftir hvernig þú horfir á það, sko. Þú getur alveg elska að vera faðir
og þú bara hættir að vera með þitt superpotential og vilt bara fara að lifa fjölskyldulífinu eða hvort þú fyrir millivegin eða hvort þú fyrir alveg í panik og þunglindi að þú átt krakka því að það svo erfitt og þú svo mikið fórnarlamb skilur þú bara sérð, þú þarft að vita hvernig þú tæklar sjálfur eða hlustendur sem eru fæður eða mæður. En þetta náttúrulega bara partur af heildapakkurum sem náttúrulega markmið náttúrulega ekki bara eiga mjög successful fyrirtæki og eiga nóg fasteignum og vera svo ekki með samböndin eða fjölskylduna því að það það sem að mun svo gefa uppskjörni en það meira vægi setna meira eins og fyrir börni þín að eins og nefnir að vera með meira frelsi og geta gefið meira af þér tímalega séð. Ég hugsa það og bara ekki deyja einmann en ekki heldur taka potensiali meira í gröfina. Þetta er fín lína að fara á milli. Þetta er fín lína sko. Þetta er mjög fín lína sko. Og þú veist svona við getum kallað svona poor people mindset þegar þeir myndu segja ekki taka með peningan í gröfina. En ég segi ekki taka með heldur potensiali í gröfina. Nei. Það er að versta sko. Allt sem það hefði geta gert og haft áhrif á meðan þú ert lifandi og skilið eftir þig áður en þú fyrir í gröfina ef þú hámarkaðir það ekki þá bara skammast þín sko. Þú ættir að hámarka allt potensial sem þú hefur áður en þú fyrir í gröfina og skildi eitthvað eftir eða þess að jörðu ekki bara, þú veist ekki bara fara í gennum daginn einmitt, það finnst mér skipta gríðarlega máli sko. Og það er ekki allir sem hugsa þetta svona. Nei, vera betri útgáfur sjálfur og halda áfram að bæta þig og gera svolítið krefjandi hluti 1000% þannig sko. En hvað svona í rekstrinu núna myndur þú segja að væri svona helstu áskorunir og myndur bara horfa á steinabón horfandi fram á veginn með við það að annarkvort ætlar að stækka fyrirtæki eða ætlar bara að halda í svipur rekstur og búið að vera svipur rekstur hver að vera svona áskorunir fyrir þið næstu árin og eitthvað sem að gæti orðið til þess að þú myndir ekki ná eins miklum árangri og þú myndir vilja. Börn. Það sem ég sagði hann. Nú er stelpun að koma í apríl næsta mánuði og ég sagði að hann ég hrættist það og það er það sem ég held að sé mín mesta áskorun. Að ná lengra í rekstri. Að stækka, að skeila því það tekur tíman og það tekur peningin. Þannig að ég þarf að finna eitthvað úr því. Ef einhverjir pappar geta að gefa mér ráð þá með ég hafa sambandið mig að því að einhverju sem eru reyndar en ég í þessu ég er núna bara búin að vera með 1 strák í 2 ár og annan barnið mitt að koma núna þessu ári en ég er bara rétt að byrja í þessu líka þannig að ég held að þetta sé mesta áskorun hvernig ég púsla saman fjölskyldulífinu og rekstrarlífinu saman að því þú mátt ekki vera ómikið aðra áttina þú þarf líka að vera með maka sem er skilningsríkur það er key sko þú getur verið maður sem á mestu peninga í heiminum og bestu heilsu í heiminum en ef konaðin er heima að öskra á þig þú kemur hintíðin þá ertu ansið vulnerable man sko en þú getur líka verið fátækasti maður í heiminum og ekki með svo góða heilsu en þú átt líka ásturíka konu að kemur hintíðin skilningsrík þá ertu bara maður í góða mánu sko þannig að makinn skiptir svo miklu máli líka og ég hef það þannig að áskoranir annars börn, já, við þarfum að finna út í því með 2 börn, hvernig ég gerir þetta allt saman og svo með steinabón áskorun væri ég get skeilað steinabón og keypt bilið við hliðina á mér og aukið það þannig ég myndi vilja það frekar því ég veit að ég get stækka markaðin á þeim markaði sem ég er frekar en að opna aðra bónstöð í Reykjavík sem dæmi af því þá er ég komið með distance á milli þá þarf ég treystingur öðrum til þess að geta gert allt þetta sem ég kann að gera bara mastera ég breytaði ekki æði með það sko með það var einslu en af hverju getur ekki gert bæði? Að vera með 2 bónstöðar og garðar apartments og 2 börn þetta er mikið en þú bara stækka teimi sem með þú fær bara ræður inn nýja aðila og þjálfar þá upp og þú getur ímyndaðir og ræður inn nýjan lykil starfsmenn á þessu ári og byrjar að þjálfa hann upp að hversu mikið þið getur gert saman næstu árin ég hef fullan burði til þess að geta gert það ég myndi freka vilja áhuga samt á að auka við mig fasteign nota steinabón í að cashflowa og styrkja þá leið að auka við mig fasteign ég sé fyrir mig í fasteignum frekar framtíðina því ég held að ég geti lifa betra fjölskyldu lífi með fasteignir heldur en steinabón og samt elska ég að vera á gólfinu í steinabón með skítuðar hendur að sinna bílunum það er bara minn heimavöldur sko
þannig ég held ég muni aldrei heldur vilja hætta því, ég myndi alltaf örugglega vilja halda í það líka og það algjör ástríða hjá mér en mjög spennandi samt með fasteignir aðalega því að ég þarf bara að vera ef ég ætla að vera með smart decisions í framtíðinni þá held ég að fasteignir séu meira smart decision heldur en bónstöðarekstur til að skeila eitthvað bónstöðateng þá held ég að þessi langbest að vera löður sko. Eins og þeir eru að gera þetta bara simple þetta scalable sko. En líka gæðin eftir því eða standardin eftir því þú veist ef ég ætla að vera svona high standard bara annar markhópur allt annar markhópur ef ég ætla að vera svona rosalega hári standardi og ég gæði með svo steinabónir þá það miklu erfiðar að skeila það heldur en medium standard eða low standard það segir sér sjálft en íbúðir, ég hef mikið áhuga á því þú veist, ég hef bara áhuga á því að mjólka það sem ég hef, fá cashflow eignast eigi fé kaupa fasteignir og þær vinna fyrir mig ég er bara að kaupa með vinnumann sko. og bara láta peningi vinna fyrir láta peningi vinna fyrir mig, fasteignir og það er miklu auðvöldari starfsmaður heldur en starfsmaður á gólfi í steinabón sko. það er auðvöldar að manage því sko. já, miklu en þú veist, svo getur fólk líka valið sér leið að fara í verðbréf og ég er bara ekki þar ég lesa mig mikið til það, ég er búin að pröfa það en ég vil geta snert á þeim fasteignum eða þeim eignum sem ég á og geta sofið rólegur og vita það að það appreciatast yfir árin og það er sjóðstreymi frá því og allt er í góðum blóma, en ef þú ert í verðbréfum þá getur þú farið stressaður og sofa því að er búlmarket í gangi eða er björnin í gangi sko. þú veist. En þá náttúrulega kemur aftur að því eins og þú veist, þegar þú ert að fjárfesta í hlutabréfum að þá ert að fjárfesta bara í dag eins og þú sért að fara bara að gleyma passvörðun og login næstu 10-15 árin Svo ættir að gera það svo Já, það er rétt og menn þurfa að læra það menn þurfa að læra það að vera þólimaður og vera með þólimætt fé sko. Já, og það er bara Bitcoin síðan 2000 og það rauk upp 2019 gríðanlega hratt, það var frettunum og alveg hérna þvílíkt svo er bara þetta niður, það er bara fara upp þetta niður, við erum að rjúka upp núna er 2024 marsmánuður það er í pík sko. En þeir sem að voru stressaði 2019 þegar þetta fjall niður aftur, þeir hættu örugglega þeir sem að gleymdu passvörðinu sínu eins og þetta segja núna, þeir eru góða mál þú veist, að treysta bara á þetta Það er nefnilega málega þegar sko fólk vill alltaf fá svo rosalega mikla ávöxtun á peningin en í staðin fyrir væri ég bara til að fá consistency og reliability sko minni ávöxtun en yfir bara lengri tíma þú veist, ef það myndi gefa mig 15-20% ávöxtun á peningin á álega næstu 15-20-30 árin þá er það bara solid fjárfesting versus einhver 40% ávöxtun fyrsta árið og svo 5 eða 10 og ég vil neikvað næsta árin sko. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli en þú talaðir aðeins Grant Cardone áðan er það svona þinn helsti mentor? Aðal mentor Sérstaklega með við hvað talar mikið fasteignir þá myndi ég halda það Hann er náttúrulega bara kóngurinn í þeim hann er bara landlord þarna í Miami sko. Hann er náttúrulega með út allt sko, í Bandaríkjunum og hann er að kaupa bara þeim markaði sem er bestur hverju sinni hann er komið það langt að við hérna í þessu herbyggi hérna náum ekki svona yfir að hvað hann er að gera sko. Hann er kaupið ykkur AA+ gæða íbúðir og að kaupa bara svona blokkir svona þetta er bara það er bara supermarket inn í þessu öllu saman og sundlaug og gym og allt sem að fólk þarf alltaf að fara út úr íbúðinu og það er bara komið í þjónustu og á best locations í þessum borgum þannig að maður er alveg geðveikt, en hvar byrjaði hann? Hann byrjaði sagan hans í þannig, hann byrjaði að kaupa sér eitt einbýlishús, man ekki hvort það var 25 ára, eða var eitthvað undir 30 eða eitthvað sem var bara shit investment sko. Hann kaupir þetta og leigir þetta út og heldur að sér góða málum, hann var geðgóður hérna að selja bíla mikill sölumæður og hérna náði bara að tjena vel á því, kaupir þessa íbúð þegar svo klósetti bilað og leigjendurnir að kvarta yfir þessu og hinu og hann hafði ekki resources til að fá menn til að laga fyrir sem nema að vera aðkipt verktaka þjónusta sem kostaði geð mikið að því hann kunni ekkit svo mikið að hafa hann sjálfur hann losaði sig við þessa íbúð sem fyrst og kom út á eiginlega sléttu eftir að hafa átt þetta í 2 ára eða eitthvað þetta var bara klúður hann fór bara að laga sig betur til hann fekk sér mentor og hann bara vann rosalega þétt í einhver ár kaupið svo ég held að það hafi verið 36 íbúðir bara í röð, svo ræðalengja
þarna var hann komin í eitthvað dæmi skilur og þar byrjaði hann út frá því og þetta var ekkert eitthvað hágjað íbúðir þessar 36 íbúðir sem voru í röð en hann bara leta það virka vel og það fór alltaf að virka fyrir hann og svo skeilaðan og væntalega það lán og þegar það var orðið miklu sterkari business eitt og sér heldur en að selja bílana sem var hustle businessinans þá færði hann sem bara yfir og hann var komið með resourca og hann var komið með menn sem voru að laga fyrir sig ódýrara heldur en aðkeypt þjónusta og eitthvað svona, hann var bara komið geggja resourca hann byrjaði út frá þessu og svo bara masteraði þetta þegar þetta var komið upp í mjög stóran skala ég veit ekki hvað þú veist, segjum 1000 íbúðir eða 2000 íbúðir þá byrjaði með Cardano af því þá hafði hann svo mikinn tíma eins og tölum við á hann og pening til þess að geta að fara að gefa af sér með University já, mér finnst þetta svo flott hjá hann að hjálpa öðrum að ná langt því University hann snýst bara að þú átt að betur bæta í lífinu skilur en það sem hann alltaf gerir samt kannski öðru vísi að hann með fjárfesta hann að reisa kapital í dag, en ég bara tala byrjunum hans þarna, þegar hann þetta höstlega gegnum allt sjálfur já. Í dag hann með fjárfesta sko, ekki 100 heldur einhverja 1000 þannig að hann alltaf bara master hann að gera það vel að það allir bara sem vilja fjárfesta í honum hann tapar aldrei á fasteignum sagðan, I never lose en hann samt sko, hann talaði concept engine í þannig fyrir nokkrum árum að þú ættir aldrei að eiga þína eigin fasteign sko, sem þú býrði, þú ættir að leigja hana samt fer hann sjálfur á móti þeirri reglu sko og á fasteigna sem hann býri í dag sko nei, það ekki hann leigir íbúðina á 8 milljónir á mánuði þetta er einhver penthouse þetta er ekki penthouse, þetta er mjög ofalega einhver blokk yfir Miami fjörðunum eða ströndinni og ekki nema svo þú veist að segja mér eitthvað glæni ég bara ég held að sé að byggla minn en ár síðan sko okay. að þá var einmitt heyrði í einu podcast að vera að tala um þetta sko að þegar hann predika mjög mikið að þú veist, það náttúrulega er liability húsi sem þú byrði í, þú veist saman og eigir að þú ert að borga afborgarna þú ert að borga rafmagnið og allt svoleið sko að hann einmitt var alltaf að predika þetta sko og svo kom í ljós að hann átti svo húsið eða íbúðana sem hann býr í sjálfur sko. Hann hefur verið að taka það mjög nýlega en þessi gæi vörð sko $5 billion eða eitthvað, $6 billion. Er hann komið það hátt? Já, hann er komið það hátt og hann getur gert það sem hann fucking vill sko. Hann getur keypt húsnæði sinnum 1000 eða hann vill það. En hann, síðast yfir sig var hann bjóður sér svakalega flottur blokk hérna, ég reiknaði út að þetta var í dollarum sko, ég man að íslensku krónur voru 8 milljónir á mánuði. Hann bara, ég ætla ekki að eiga shit fyrir sjálf mig sko. Ég ætla bara að leiða þetta og ég myndi aldrei vilja vera í svona business svo þessi blokk var, allar hæðir eitthvað 8 milljónir, super luxury hann sagði að þetta er miklu flóknari business heldur en multifamily homes eins og hann einbættir sig. Þetta er allt annað klientell líka. Allt annað, sko, hann sagði ég myndi ekki vilja reka þetta þannig að hvað þá ég þetta skilur við hann hafa hús í Malibu og hérna hér og þar og eitthvað sem að held í sumarhús eða hvort að býr þar Já, það getur verið það sem maður hafa verið að tala um. Já, ég veit ekki, en pointið er að skala sig upp og þá þetta lán eða fjárfesta þannig að maður þurfa bara að hafa veist, bankin er ekkert annað en bara viðskiptafélagi að nota bankan til að hjálpa sér að skila sig eða finna eitthvað flotta fjárfesta sem vilja fjárfesta í þér og ekki setja á miklu penning heldur þá getur ekki skila þá maður festið allt í einhver einni en þú velur þína leið sko. Ég hef áhuga á BRRR method, hefur hitt talað um það? Buy og hvað svo? Ég man ekki alltaf buy, renovate, reinvest þarna, þetta er þess að þú kaupir, gerir upp, þú endur fjármagnar og svo tekur banki við þessu og þú kaupir svo aðra fasteign. Já. Þetta er þessi leið sko. Er það í rauninni sem eins og ég var að tala um á þú kaupir eitthvað, gera það betra Ég held þú varst að tala um þetta. Endur fjármagnar, tekur það í og kaupir aðra fasteign. BRRR method, já. Þetta er mest skalanlega leiðin, mest áhættan væntanlega. Þú ungur gera það, þú gamall ekki gera það. En þú ert mjög hraður að ná uppbyggingu og svo kemur Retire Early in Real Estate bókin. Hann segir hvenær ætlar að hætta, hvenær ætlar sáttur. Og hann talar mitt sniðið þar sko. Þú kannski notar BRRR method alla leið. Þú ert færstu 50 eða eitthvað, þú komir kannski með 100 íbúðir, ég veit ekki. Þú ætlar að hætta þar. Og þá er góð strategía líka sem mér list vel á, sem hann sagði, að þú byrjar bara niðurgreiða þá, þú ert með 100 íbúðir, 100 cashflow, ok? Þú ætlar að nota allt cashflowið til að borga niður fyrstu íbúðina. Og svo allt cashflowið til að borga niður næstu íbúðina. Og næstu skilju. Þetta er þú fann í annan fasa í lífinu, þú ert að undirbúið fyrir að vera gamall. Þetta er lífeyrissjóðurinn þinn.
þá ertu að binda féð í bónus eftirlaun. Þetta eftirlaunin sko þú ert að binda féð eins og mikið getur í hverju íbúð svo þegar þú ert gamall að byrja að selja eina og eina og þú ert bara living the good life sko þetta mér finnst að geggju strategía í real estate bransanum mér finnst það snjallt og ég mikið náhuga á þessu þetta mjög sniðut og þetta náttúrulega ekki flókið að fólk heldur akkurat, og hvað ætlar að gera með allan tíma sem átt þú fullt að pening, fullt tíma þú ert að gefa af þér og Grant Cardone sem að stofnaði Cardone University skólan var bara til þess að fara að gefa af sig hún fannst vanta markaðinn fólk sem gat virkilega sagt hvað þeir sem voru successful hvað þeir gerðu til þess að ná því sem okkur eru konur á þennan stað í dag sem eru konur á og ég myndi halda 90% að öllum sem eru svona rosalega langt konir þeir fela þetta þeir segja ekkert frá því hvað þeir gerðu endilega en hann vildi expósa þessum allan heim þessum sko Já, hann er alltaf góður að marka sér en hann er alltaf án ef að við getum verið sammála það mjög umdeildur það fer eftir í hvernig þú spyrir sko hann er umdeildur sko, hann líka vill vera hann sagði bara, ég vil hendi einhverju ég vil hendi post og stundum vil ég hendi post og skrifa eitthvað með því þannig ég verði umdeildur þannig ég fái, hann vil bara athygli er hún neikvæð, er hún jákvæð hann vil bæði það er bara publicity og hann sagði, en neikvæða athygli sagði hann, er betur en engin það er bara regla hjá hann vil hafa mikla athygli alveg sem hann hendur út hverju sem hann hendur út í kosmosið allt betur en engin athygli sko. þá fyrir fólk að tala einmitt. En með við það sem við erum búin að tala mjög mikið fasteignir og það sem við erum að spá í þar en það myndir horfa bara reksturinn eins og fyrirtækinu eins og horfið bara á þetta sem cashflow sem þú vilt nýta og fjárfesta sem best hvað er eitthvað sem þú hefði viljað gera öðruvísi hefur þú viljað kannski stækka þér hraðar í fasteignabransanum? Nei, bara í reksturum á bónstöðinni Já, ég hefði viljað sleppa háskólanum og spara mig 4 ár mér finnst menntun í dag ofmetin og mér finnst fólk ætti frekar að læra bara fjármálalæsi í skólum helst að byrja að kenna þetta í grunnskóla og svo framhaldsskóla, þetta vantar í kennslun okkar og vinna sér mikið út frá því það er fólki sem kennst miklu lengri lífinu fjárhagslega heldur en þeir sem að fara að læra eitthvað fag í skóla og byrja að vinna við það hjá öðru fyrirtæki það er bara regla það mun eiginlega alltaf ná lengra og þeir sem hafa drifkraftin til þess að sinna þessu en ég myndi vilja þó ég lærði mikið á háskólanum hefningsaga og lærði til 12 mínútur til alla daga eitthvað og alveg bara eina markmið það var hann á fyrstu einhvern sko sem ég tókst þannig að ég var bara mjög ánægð með það en þessi 4 ár hef ég getið tekið tilbaka byrjað bónstöðina fullum krafti fyrr þá hefði ég viljað gera það fyrr að þá var ég núna í 30 í dag þá kannski ég væri komin á sama stað 26 ára ég hefði viljað geta kannski breytt þessu það voru 4 auka ár þar sem var kannski ballaus líka já og svo ballaus líka og það náttúrulega er að vera ballaus er náttúrulega, þú hefur allan hennar umfram tíma, þú er bara pjúra þú og þú veist, ekki með kannski vera með barn og fjölskyldu þá áskorun með þér þú þurfir að deila þér eitthvað niður þannig að jú, barnslaus, 4 ár auka ég hefði viljað geta að lesa mig bækur fyrr ég var byrjaður að lesa bækur og 3-4 ára eitthvað svona aðeins hefði við byrjað bara 16 ára þar ég myndi mæli með fyrir alla að lesa bækur og finna sér mentor sem allra fyrst og lesa það er leið að þú veist eitthvað betur þú ert þitt mesta investment sjálfur og þú investar í sjálfum við þér þá meina ég fróðuleik til dæmis og náttúrulega auðvitað heilsunniðin og öllu því fróðuleikurinn kemur þér mjög langt þannig að ég hefði viljað byrja að lesa bækur fyrr fengið mig mentor fyrr sleppt háskólanum spara mig 4 ár ég hefði verið komið miklu lengra í dag Þú var náttúrulega átt að vinna meira í sjálfur heldur en í vinnunni sem það Teknilega sko, já, og þá náttúrulega skilar við líka bara betur að þér Já, algjörlega sko Þannig að ég myndi svara þessu svona ég sé ekki eftir þessu allir saman en ég vissi bara ekkert betur þá Nei. Ég fyrirgeði mér þetta alveg sko að hafa ekki vita betur sko, það er bara yngri og ekki eins lesinn og maður getur náttúrulega alltaf verið mjög vitur eftir og náttúrulega mjög mikilvægt samt að átta sig líka á þessu Já, ég ber mig alltaf saman, ég fyrir 5 árum, ég fyrir 10 árum, ég fyrir X, skilur og þá sé ég bara bætingu. Já. Ef þú getur hlegið að sjálf með þér, þú núna fyrir 5 árum, hvað er það að gera fyrir 5 árum ef þú hlærð af sjálf með þér?
þá er það jákvætt, af því að þá veistu þú ert að gera svo miklu betur í dag. Ég er ekki að tala um að gera lítið svona við þér, en ég er bara að tala um, hei, var ég alveg þarna? Var ég alveg að hugsa þetta fyrir 5 árum? Já. Hvað var að mér? Eða skilur við? Þannig að það til dæmis er jákvætt. Og berðu þið bara saman frá ári til árs. Ef þú lestir mikið til og farið mentor, ef það munur á þess ekki mánuð til mánuðs, ef ég hitti þetta 1 mánuð, ég sé breytingu, það er það bara geðvægt jákvætt að þú ert að bæta þér svo mikið. Fattar þið mig? Pointið bara verður bara fljótur að bæta þig dag frá degi, skilur, mánuði frá mánuði, skilur. Já, varst náttúrulega að leggja út frá því að vera betri dag heldur varst í gær og vera þá tilbúin að leggja þig vinnuna. En það er bara ekki allir þar. Nei, en það er nefnilega máli sem að separatar fólk sem að næra árangri og þá sem að ná ekki árangri, hvað eru tilbúin að leggja á sig og gera vinnuna sem engin annar sér, sko. Þessi bækur sem þú ert að lesa í dag, það er engin að fara að sjá afræksturinn af því fyrir kannski eftir 10-15 ár. Rétt. Og ég sjálfur sé ekki afræksturinn af því fyrir en bara, mér finnst ég vera að sjá mikið núna að gerast á 4 árum. En hvað þá 10 ár eins og þú sagðir. En þú veist örugglega marga, ég veit marga kringum mig, þú veist örugglega marga kringum þig, sem að þú veist að þú hittir fólk eftir 5 ár í framtíðin og þú veist að þetta fólk örugglega að fara að vera samastað. Já. Við erum báðir, það er allir þar, af því ég held að ég ætla að giska 90% skýtu upp í loftið er fólk sem að lifir í einhvers svona rútínu, þægindabúblu lífi, er með einhverja algjöru búðingar, er ekki þetta með að hámarka sig, er ekki að fræða sig og vera í sama fari, segjum bara, þú hittir manneskja eftir 5 ár, það er sama farið að var í, þú hittir eftir 10 ár, þú hittir eftir 20 ár og þangað til að deyr að það er í sama fari, þú veist, það er ekki lífið, sko. Það er mín versta martröð, sko. Mín líka, algjörlega, sko. Það er bara high five á það, sko. Já. En það náttúrulega er ekkit allir tilbúnir að leggja á sig. Þú bara kýst hvað þú vilt gera í lífinu. Og ég vel erfiðara leiðina. Mín leið er miklu meira einmannaleg, erfiðari, pínleg, þú veist, maður að pína sig í ýmislegu. Þú þarft að velja að hamla tilfinningarna líka og stýra þeim og ekki láta þær taka völdina því að það er svaka key í lífinu að geta stýrt líka emotions að ef þú ætlar að gera allt based on feelings þá ætlar að fara að taka alls konar ákvarðanir sem er ekki að fara að hjálpa þér að ná því missioni, þínu langtíma missioni sem þú ætlar að ná. Þú þarft að vera strategic, skilur, og þú þarft að vera mission based mjög, fókus á það og ekki láta tilfinningar þínar draga því að það er átt, að þeir tilfinningar segja nú er ég þreyttur, nú langar mér að gera þetta, ég ætla að sofa aðeins lengur og allt þetta versus að halda fókus. Þannig að það er eitthvað sem að þú þarft að læra, fólk þarf að læra að stýra. Já. Það er sko að því þú getur verið annarkvort overwhelmed yfir einhverjum atriðum og það er þetta að triggera þig og taka þig úr balans og þá er umhverju kringum þig fara að taka stjórn á þér. Já. Ekki öfugt. Það er náttúrulega bara þannig að þú veist, því fleiri ákvarðanir sem þú tekur með tilfinningunum, því verður ákvarðanir eftir að fara að taka og því minni verður árangur. Ég held það, ég er alveg þar og ég hugsta reglulega að það er stál í stála við samt sko kannski makaðin og ástina en í business, við erum að tala um business. Þú veist, að því að ástin og makin er ekkert nema bara kærleikur og ást og það eru bara pjúra tilfinningar, skilur. En það er náttúrulega alltaf samspil á tilfinningum og logikinu líka, hvað það er. Og líka náttúrulega bara eins og er bara stóru hluti í lífinu er líka að geta verið með væntingarstjórn. Geta stjórna sínum væntingum og vera ekki conditional, geta verið non-conditional. Ef ég ger eitthvað fyrir þig, þá er ég ekki endilega að búast við að þú gerir það sama fyrir mig, sko. Einmitt, ég fíla þetta sem þú sagðir. Og að stýra væntingum fyrir framtíðinu líka þú getur valið það að trúa því að manifest sé eitthvað sem er til og manifestar það bara endalaust og fer út í kosmos og kemur til þín eða þú getur trú á það þú þarft aggressively að sækja það sem þú vilt að gerist fyrir þig í lífinu og make it happen, skilur þú veist, þannig er líka 2 típar af fólki sem halda að hlutinu komi ekki ennum manifest að því það trúir á eitthvað spiritual eða eitthvað kosmos eða eitthvað versus bara þú þarft að sækja það þú veist, og ég er þeim megin ég sæki mitt og ég er aggressífur eins og ég get með mína kunnáttu hverjum tíma og
bara láta hlutulega gerast að það gerist ekki sjálfkrafa. Nei. Þú ert það sem þú gerir, þú ert ekki það sem þú hugsar. Það sem þú gerir það sem kemur fyrir þig. Þannig að það eitthvað sem ég myndi segja að vera mikið key að geta að lifa eftir sko. Þannig að heiklust myndi ég vilja láta hlustundur heyra það sko. Já, það mjög góða punkt. Og maður sér munin á fólki, þú veist, maður getur alveg greint. Vertu með mér í klukkutíma eða kannski 1 dag og ég búin að greina þig svolítið strax hvar þú svolítið liggur með margt, þú veist. Ertu á svipu kalibur og ég í því sem ég að gera hvernig ég hugsa, ertu allt annar staðar, þú veist. Ertu vinstri að hægri pólitík, þú veist. Fljótur að sjá það. Já, ég svolítið glöggur ofta á þetta. Þú sér hvernig fólk talar það sko, bara hvort það sé svona victimhood mentality eða hvort það taki ábyrgð á hlutunum sko. Einmitt. Og sé tilbúið að gera eitthvað sjálft. Þú veist, við erum að mikið af hlutum sem við erum að gera og sérstaklega í business sem ekkert endilega sanngjarnir sko. En við vitum að við getum ekki breytt í, en við fókusum á það sem að við getum stjórnað. Í staðan fyrir að reyna að stjórna því sem við getum ekki stjórnað og láta það hafa áhrif á okkur og draga úr okkur. Akkurat, ég styð allt þetta sem hún sagði fullkomlega útskýrt sko. En hérna í svona þínum rekstri, bara þú horfir alveg tilbaka síðan þú byrjaðir. Já. Hver myndur þú segja, ertu með eitthvað svona stæðstu mistök sem þú hefur gert, eitthvað sem hefur komið upp, eitthvað svona hvað svona, að því að mistök eru náttúrulega bara tækifæri til að læra af? Já, ég myndi eftir eitt í hug strax, það að vera ungur og þjóskur. Ég var 16, 17, 18, 19, 20 ára og vil ekki læra á öðrum, halda ég sé bestur. Það klálega það sem ég var bara ungi steini ungur og halda ég sé sko, fyrsta lagi kannski feimið að spurja aðstoð eða ráð. Öðrulega að halda ég sé svo mikið með þetta, en hefði ég vitað betur fyrr og byrjað að spurja mig fyrr ráð og svoleiðis, því betra sko. Ég man bara, mitt fyrsta litla skref var að því ég fór að læra massa bíla 2012, það var lengi massa bíla þá. Það var Óli Hafnarfirði sem allir þekktu inn á Lift og Cruise sem Kelirina, þeir hlustundir sem eru nú gamli til þess að hlusta á þetta voru á þeim tíma á Lift og Cruise. Ég fóð til hans, hann var prinsinn í mössun sko. Hann gætt gert sko bleika upplitaða bíla rauðum glansandi sko, það var geðveikt og eitthvað svona. Ég ringi í hann og hann býður mér að koma, surprisingly sko. Ég með honum alla helginni 2 heila daga að læra massa og á einmitt old school Rotary vél og þetta var þessi tími sko. En þá pínu var vitundavakninga mér að fatta það að ég get fengið hjálp frá öðrum af því að YouTube var lélegt þá, við varum til við minn geira, það var lítið að kennsluefni fyrir detailingu þá, þú þurftir að finna pjóli oft sjálfur. Þannig að ég byrjaði að tala við menn sem voru lengra komin en ég í þessu bransa, sætta mig við það að ég var ekki bestur eða ekki svo langt komin eins og ég held ég var í. Þannig að það var svona mitt fyrsta litla skref og síðan tók ég eitthvað lítið námskeið þarna SDU, svo fer ég til Bretlands í CarPro, náttúrulega extreme test, sko, það var eiginlega ekki námskeið, það var eiginlega bara test, skill test, hvort ég fengi réttindin fyrir kódin sem voru með eða þeir velja náttúrulega bara hand og hóf, sko. Ég var búin að vera í 7 ári í bransunum þá, kem heim með gulli, sko, það er Seaquartz Finest í Surf, að þeir menn sem voru á þessu námskeið, það voru 200 sem sóttum og 25 komast inn í CarPro testið í Bretlandi og þetta var 2018 og margir voru búin að vera lengur í bransunum ég þar sem voru þarna af þessum 25, ég var búin að vera yngur 7 ár, sumir 8, 9, 10 og 11 ár en þeir samþyngu ekki samþyggi á Seaquartz Finest kódið, heldur kódið sem var ein skala fyrir neðan Seaquartz Pro. Þannig að mér var mjög stoltur þegar ég kom heim með gullið í höndunum, mér leið þannig allan en þar lærði ég ógeðslega mikið og svo, við skulum ekki gleyma því ég kennari líka í faginu. Við gleymdum alveg að tala um það líka þegar ég var að segja frá steinabón og mér fannst náttúrulega að vanta. Sko ég byrjaði 2011 átjánur og þetta, ég fekk ekki kennsluna og það var ekkert mentorship í gangi á litla Íslandi og í dag finnst mér svo gaman að gefa að mér að vera með námskeið og ég hef haldið svona 8 námskeið held ég heildina og fyrstu 6 var með honum Halli Sigurðssyni og núna er ég með þetta 1, þannig að ég er búin að taka síðustu 2 námskeið bara 1 og það gefur mér mikið að geta gefið að mér og hjálpa öðrum strákum að stofna bónstöðar að fá bara þetta kick í fróðleik. Við erum með glærusjó, við erum með hands-on, við erum með bíl sem við byrjum á frá A til U og klárum hann og kótum hann og mössum hann og allt svolítið. Þannig að þess vegna í dag er ég aðalega að kenna þegar mér fannst ég skorta kennsluna á þeim tíma.
En mín helstu mistök voru að byrja ekki aðstofuna fyrr eða leita mér að henni. Reyni ekki að læra af aðlum sem að vissu kannski betur en þú. Fyrsta lagi var mikill skortur á því en á þeim tíma. Það eru náttúrulega alltaf einhverjir. Já, það voru fáir en voru einhverjir. Já. Myndi segja það sko. En ég mitt fór ákvörð hina leðina þegar ég stofnaði bónstöðuna sem ég var með og sendi 2 eða 3 til þín í kennslu. Þú komst með 2 menn, Andra og hvað er þín? Viktor og Andri, þeir komu á námskeið til mín, já. Þannig þeir hafa fengið gott gig, þú gast strax byrjað að fara að bjóða upp á mössun og ég sá að þeir voru að byrja reit, en þeir lærðu gríðarlega mikið á námskeiðinu, svo fóru þeir að vinna hjá þér aftur og þeir náttúrulega voru að taka bíla. Ég held að reynslan hafi komið hratt hjá þeim. Já. Þetta er það sem ég fekk ekki því ég byrjaði. Nei, einmitt. Þess vegna veit ég líka þegar ég er með að tala um fasteignabransann. Ég veit strax að ég er að lesa mig til bækur og mentor hann að ég veit ekki þarf fróðleikin áður en ég fyrir að taka einhver stór investments ákvarðanir ákvarðanir stóra fjárfestingar þannig að þetta er bara algjört lykilatriði sko og var mistökið mér að byrja ekki að þið fyrr. Já, það er mjög gott. Þannig að fróðleikur er bara knowledge is power, það er bara svolítið. Já, en hvar sérðu sjálfa þig eftir 5 ár? 5 ár, ég sé fyrir mér við tölum með börnin 2 börn komið heiminn hérna næsta mánuði ég sé fyrir mér pínu svona slower pace í mínu lífi þangað til að þau eru x gömul þá getur pace mitt fara að aukast hraðar ég sé fyrir mér svona era í mínu lífi þar sem ég er aðeins hægari og ekki aggressífar með saman tíma þannig ég held að á 5 árum er ég búin að gera íbúður sem bílskur sem ég var að kaupa eða húsnæðið og ég gæti verið á svipum stað þar Steinabón stækkar í þjónustinni umboðið með stækkun svona 2-3-falt á 5 árum hef ég trú á í vörusölunni og íbúðunar 6 eru sem sagt allar uppgerðar allar með sitt cash flow og þessi bílskur sem ég er að tala núna hann verður hann uppgerður og ég bara er helviti góður sko Já. En því ég hugsa mig og mína framtíð hugsa ég oftar kannski 10 ára skeið hvað er ég að gera þegar fertugur og eitthvað þannig að ég hvar verði þá sko þá er ég búin að bæta með fasteignum alveg 100% og því ég er 50 á ég fullt að þeim og þá er ég kannski jafnvel farin að pælja að retæra sko mér langar samt að retæra fertugur ég er oft þar sko að reyna að hugsa langar að retæra fertugur að geta náð að retæra fertugur og lifa sómasamlegu lífi sko en það er náttúrulega erfitt markmið það er challenging markmið en kannski er að 45-50 sem er næð því sko en þá kom tími til að fara að gefa af sér og þú veist hægt að segja höstli sko og fara bara að hjálpa fólki og ég veit það ekki bara áná pening og tíma sko Já, það er gott markmið sko ég var upprunalega með markmið 30 en svo er ég shoot for the stars svo er ég 29 ára núna og 8 mánuði að maður bara rétt að byrja Akkurat, svo er ekki auðvelt eitthvað að festa sig og gleyma sér að bakka aldrei út skilur eða hvað maður á að vera sett en svo er heldur góðu frasi sem sagt always be thankful but never satisfied mér finnst það geggja powerful að hugsa til þess að þú átt að vera þakkláttur fyrir það sem hefur en aldrei vera samt satisfied að því að leið þú ert satisfied þá ertu farin að hægja á þér og þú ert farin að vera meira kærlaus eða veist, ekki eins ábyrgur og allt svoleiðis þú ert að passa að þið vera never satisfied þannig að þú sett alltaf on skilur boltin er alltaf að rúlla og boltin er að stækka það er ekkert eins gaman eins og fylgjast með fyrirtækjunum sínu stækka og vaksa einmitt. Þannig að þetta er auðvelt að festast í þessum rytma þetta er svona þetta er svona satisfying rytmi sko þetta er eins og Grant Cardone talar enna frasan sko success is rented and the rent is due every day sko. eins og stendur það ekki utan á enga þóttunni það er ég er með þetta aftan tölvuskjáða minn í móttökunni sko. eina línunum frá honum sko og ég er með mörg hót sem ég vil að hugsa til þegar ég hugsa til hans Grant Cardone hann mér finnst það svo skemmtilegur og hann hefur kent mér svo margt og öðrum Já, það er mjög gott maður sér náttúrulega bara hversu mikið þetta er að vera með góða mentor og geta að afla sér rétta upplýsingar sko. Svo því ég fór á ráðstefnuna líka hjá honum í Las Vegas ég átti að fara fyrst á ráðstefnunni COVID sko árið eftir það var Elmar fæðist en ég kansalaði aftur ráðstefnunni
það var ekki fyrir í fyrra sem ég fór og hérna, ég var bara með stjörnunar í honum þegar kallið mætti að sviði sko. Litla innkoman hjá honum þetta var svo geggja sjó sem var með og hérna, ég hugsa til þess ennþá í dag þetta var eiginlega skemmtilegasta útlandaferð sem ég fari í. Ég átti að taka kóruna með mér, ég var með það fyrir hana Já. Og ég talaði við þig að reyna að koma á þetta, ég talaði við Einar Ísfjörð, ég talaði við Pétur Pétursson sem eigandinn af Vest í Reykjavík, af því ég veit að hann hefur farið áður og enginn vildi koma með mér, en ég fer bara einn, ég naut þess, ég botna að vera bara ég og ég hef aldrei ég hef bara aldrei farið einn til útlanda held ég nema því ég fór á það námskeið í Bretlandi en það var svo stutt helgaferð sko. Þarna var ég í 10 daga í heldina, það var rúmlega 10 daga því að vika var í Las Vegas og svo var ég líka að hitta systir minn í Chicago en þessi Las Vegas ferð var bara ég að njóta í botn og vera á ráðstefninu og sjá líka allt þetta fræga fólk sem kom sem speakers á sviðið. Já, varst ekki að fulla networka? Jú, ég var að networka mjög mikið og reyna pröfa mig mikið áfram eins og þú hefur farið á sýningar sjálfu með Deluxe Iceland og þú ert að sýna þig og kynna þig og svona þarna var ég bara eitthvað hérna, hitt einhvern og ég talaði fólk sem var frá því að það var sko 18 ára strákur hérna sem var að gera við ískapa og hérna háfa og eitthvað svona í eldhús og eitthvað uppi það að hitta einhvern sem var að gera við tré og trjáruna og saga til og það var ándjóks með einhver sprautur injection sem var að gefa trém til að gefa þeim betra líf og eitthvað svona uppi að ég hitti hana hérna Jana frá Texas nei hérna hvað heitir borgin Dallas Jana frá Dallas ekki Texas hún sagði mig að því ég hitti hún var á sömu hæð og ég við vorum á MGM hótelinu í Las Vegas og hún var á sömu hæð og ég og við vorum í liftinu saman ég var að networka við hana þessu fekk e-mailið og Facebookið henni og ég hún sagði við mig þegar við varum að rölda ráðstefnuna saman hún kannski örugglega að vera 50 þessi kona eða eitthvað hún keifti last year I did buy like 800 doors in 8 months þetta 800 hurðar á 8 mánuðum og ég bara, það sló mig eitthvað ég bara, ég að tala við ég að networka við mannskju sem á þessu leveli núna, af því ég búin að tala við fullt af fólki sem alltaf öðru levelum, það alltaf bara allir skalinn af fólki hérna þá fór ég að spurja meira sko. Ég var bara, hvernig segjuðu mér og svo við bara ekki að spjalla og þú veist tala við hann eitthvað á Facebook eftir það en þú veist, þessi network sem ég náði þá þú veist, það var vel tvínað sko, þú veist, maður ekkert að halda þessu út eitthvað lengi og ég gagnaðist ekkert að þeim öllum nema bara fróðleikur kannski, þú veist, að meðan því stóð sko. Það sem náttúrulega gerir eins og ég hef bara séð eins og þegar ég verið að fara út á þessu sýninga bæði Bahamas og Cannes að það stækkar svolítið sjóndeildarhringinn. Þú kemur tilbaka og þú hugsa svolítið stærra sko, sérð tækifæri og meiri möguleika. Þannig að versus það að maður heldur alltaf að allt sé í gangi en á Íslandi sko, svo bara leið og ferð út að þá sér hlutina miklu stærra samhengi. Það er mjög gott. Er það eitthvað sem þú vilt bæta við? Eitthvað sem við erum ekki búin að fara yfir? Búin að fara yfir víðan völl? Við erum búin að fara yfir víðan völl. Við erum búin að fara yfir mínar sögu stutta. Búin að segja frá henni aðeins. Tala um þessa fastinu sem ég er að gera núna. Ég reynir líka að hafa præstæki með í frásögninu minni. Þú veist, ég tala um hvað það kostaði og fermetrar og allt svo og fólk fatti skalan. Af því að það er til fólk sem er að hlusta hérna sem er örugglega þannig að fatti hvar ég er og ef að einhver er kannski virði, þú veist, hann á 100 íbúðin og þegar og hans virði er 1,5 biljón íslenskar krónur þá veit hann það, þú veist, ok, ég er á 300 miljón krónar level núna hann er kannski 1,5 biljón, þá veit hann hvar ég er og einhver sem er bara á ekkert og hugsa til þess að 300 miljónir sé mikið þegar ég er að mín umsjá núna eru 300 miljónir í fasteignum það bil og hérna það finnst kannski mörgum mjög mikið en þeir sem eru komin lengur en ég finnst það kannski ekkert mjög mikið mikið að þakka fram mér finnst bara allt þessar keynote sem ég var að segja sko, mér langar að koma þessu til skila þú veist, til hlustenda að þú veist, þetta mindset að stjórna tilfinningum hugsa logic og klára hvernig jobbist en allt þetta finnst mér mikilvægt að koma frá mér að mér finnst samfélagið ekki vera mikið þarna það eru ofáir í samfélagi sem eru svona þenkjandi sko og það eru ekki
auðfundnir sko. Og mig langar eins og að minn vinahópur í framtíðin til dæmis væri kjarni af góðum vinum sem að eru þengjandi svona, því ég held að ég gagnist á því og þeir myndi ekki að gagnast á mér. Það rífið þið bara meira upp? Bara til þess að rífa upp sko. Og ég stefna það í framtíðin sko. Sumir hafa gefið mér ráð, losaði við alla gömlu viniðina, þeir eru bara að draga þið niður, allt svona, ég hef ekki gert það sko. Nei. En maður veit samt alveg munin. En þú þarf náttúrulega bara þú veist vita og átt mismundi vini sko. Það var einn bók sem ég las. Þeir eru allir frábærir og trausti vinir. Já, þú veist, það er bara mismikill sem tími sem þú gefið. Þú veist, þú ert með 3 típur af vinum og með 3-minute friend sem er bara svona kunningin. Okay, já. Svo ertu með svona 3 friend sem þú eigið kannski kvöldstund með að ferð út að borða með eitthvað svoleiðis en ekkert meira. En svo ertu með svona 3-day friend sem er eitthvað sem myndi ferðast með að gera meira. Og það væri þá einhver sem er kannski meira með sama hugafar og þú ert að tala sem að hefur virkilega mikil áhrif á þig. En það er náttúrulega líka mikilvægt og skemmtilegt fyrir okkur að hitta fólk sem er á öðrum stað til þess líka að fá smá frí frá því sem maður er að gera allan dag. Ég hef aldrei hugsað þetta svona eins og þú lýsir þér núna. Ég skil gott við. Og líka hitta nýtt fólk. Hugsaði líka. Hún út aldrei meiri eða einhver annar. Og hugsaði líka, þú getur alltaf, alveg sem hver manneskja, þú getur alltaf lært eitthvað frá hverju mannesku. Hún hefur með sér eitthvað sem þú getur lært. Þó að þú lítir á þig sem lengra komin eða eitthvað en þessi manneskja, en hún hefur eitthvað sem þú getur lært af. Ef maður hugsa svona, þá ber maður líka meira virðingu til fólks og ekki að vera, þú veist, láta regna upp í nasirnar á sér og þetta sem er leiðinlegi karakterinn, sko, sem ég þoli ekki, sko, sem að bera virðingu til allra. Þannig að það er, en hins vegar, þegar þú hittir einhvern sem er lengra komin en þú, vertu svo svampur og vertu bara sogin allar upplýsingar sem hann getur gefið þér eða hann vill gefa þér upplýsingar og hjálpa þér. Það er alltaf leiðin upp á við, sko, að reyna að finna eitthvað sem er herra settur en þú, eða komið lengra meina ég, og læra af þeim hópi frekar en í hináttina, því það kemur þér áfram, það hýfir þig upp. Einmitt. Þú náttúrulega... Ég held að það séu sammála því. Já, þú náttúrulega græðir ekkit endilega mest að því að tala sem mest, þú græðir miklu meira að því að hlusta því að þú veist nú þegar það sem þú veist. Já. En með því að hlusta aðra þú getur lært eitthvað nýtt. Einmitt, bingo. Heyrðu, ok, glæðislegt. Þá veldi ég að við séum bara mjög góður. Bara takk fyrir að gefa þér tím og koma í viðtali. Takk fyrir að hafa mig og gott að fá smá útrás hérna. Tala þessar hluti sem ég alveg bara eiginlega lifi fyrir, sko. Mér vildi að ég geti tala oftar svona ef ég hefði tækifæri til þess. Það er bara ekki allir sem enn að hlusta á þetta. Þetta er ekki fyrir alla. Það er rétt. Þannig að þeir sem er að hlusta á þetta podcast núna og vonandi líka eitthvað vel við þetta og ég held að þeir sem hlusta á podcastið þitt, Íslenski draumurinn, séu aðilar sem eru vonandi svona tengjandi og annars væri þetta ekki fólk sem vil hlusta á þetta podcast, skilur við. Það væri bara hlustandi á einhverjar horrorsögur eða svona löggabó, sko. En þú veist, þetta er fræðandi efni sem við erum að tala um í dag. Ef við gáum frá fróðleik og valjú út í kosmosi þá er ég glaður, sko. Það er mjög góða punktur. Það er náttúrulega markmiðið með podcastinu hjá mér og Eyþór er að búa til alvöru valjú og þannig að hlustandinn, hann græði eitthvað á því að hlusta. Akkurat. Og sama með að draga að fólk sem er svona like-minded, sem er tilbúið annarkvort vill að færa rekstur eða það vill bara vera betur útgáfa sjálfur sér. Akkurat. Bara, ég held að við séum ekki, það er ekki auðvelt að finna okkur alls staðar, þannig að við erum hér til þess að tala og ég veit örfá sem ég geti mælt með í podcastið þitt sem ég skal segja bara frá að eftir og vonandi að þeir geta gefið líka gott valið frá sér og þetta eru menn sem eru svona aðeins þengjandi eins og við. Þannig að það var takk fyrir mig og gott að tala við. Gekkja, sem leðis. Já. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumur. Þú getur séð fleiri þætti inn á íslenskidraumurinn.is og fylgst með okkur inn á Instagram og Facebook.